Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur.
Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Já, við erum klárir, við komnir í mynd. Ok, þá með ekki segja neitt ljótt, strákar mínir. Nei. Og við förum að hefja þetta. Fáum tjattið í gang, tjattið er þarna, þannig að menn eru að mánudagur munum, ábúinlega margir sem eru bara ennþá sofandi. Já. Svo svefni hérna réttlátu eftir þetta. Já, þetta er samt, vaknaði bara snemma, svo bara leggja sig aðeins lúmst þarna fyrir kvöldmat í kvöld, svo er náttúrulega stórleikurinn í kvöld. Heldur betur.
Þessi heimsmeistarakeppni verður bara betri og betri. Góðan daginn, Epic America. Vá, þetta er epískt mót, haldið í Ameríku. Nú er þetta Kanadabull búið. Við erum líka farnir frá Mexíkó. Hérna í frá er það bara Bandaríkin. Já, Bandaríkin, annað heimili golfsins í heiminum. Og nú er það orðið tísku að henda í spurningakeppnir golfreglur. Strákunir í Steve Dasgrá fór á kostum í Hafnarfirði. Og nú er allir að fara inn á vörð að reyna að vinna ferð til Villa Tinja. Á Spáni fyrir drauma hollið sitt. Farðin á regluvörðin. Já, þetta er þannig að menn eru fattin að hittast og keppa í reglum. Þetta, maður sá þess að þróun ekki fyrir. En svona breytist það allt saman. Kóngurinn er mættur, Jói Már, velkominn. Takk fyrir það, Hjóru minn. Og Albert Ingur verið svolítið feskir. Já, það var látið það í þessu. Það var látið. Nei, ég er bara aldrei betri. Aldrei betri, AI, hvernig ertu? Ég er helviti góður. Herru, veist það, þegar þú fer í smáralindina, Já. það er frítt í 4 klukktíma. Það er frítt í fyrstu 4. Miðlarnir voru eitthvað að reyna að rugla í fólki, að reyna að segja eitthvað, verið að brukka fyrir stæði þarna. Næ, það gerist ekki á minni vakt. Þetta er clickbait. Þetta Það var clickbait. Það var að clickbait, svo að það sé á hreinu eldgamli Carlsberg með doktorfútból. Já, það eru 2 þjóðir sem drekka light, það eru feitustu þjóðir í heimi, nú eru allir komin bara í originalin, láttum við hafa þann eldgamla, það er Carlsberg og Carlsberg er opinber samstæðsaðili Euro 2028, þannig að það verður bara Carlsberg þar. Nú, Domino's Pizza með doktorfútból, ég held að það var eitthvað treyjuleikur sem ég held að er mjög easy. Var reynda sjóðandi heitur í uppbytun, ég ákvað að prófa þetta. 10 af 10. Já. Svo fór kameran í gang og var með 7 af 10. Það er eins og það er. Þetta er lúmsterfitt, þetta er skemmtilegt. Já, þetta er flottur leikur hjá þeim og getur unnið meðal annars þetta allt saman áspyrðir af Domino's Pizza. Já, ég er þreyttur í dag, vinn hjá ríkinu en samt mættur í vinna, segir Jóhann. Það er vel gert, vel gert. Já, ég skal alveg viðkenna, ef það kemur eitthvað bull núna, þá mun ég kenna þreytu ég líka. Það verður samt ekkert svoleiðis. Við erum on it. Það held ég fitnessport fyrir fólk eins og þig. Já, það er ástæða fyrir að Rúnar Freyr bjóða til. Það er að því að fitnessport er fyrir alla. Hérna fyrir 10 ára síðan voru það bara við bodybuilders sem vorum að inni og það mætti venjulegt fólk að inn. Þá litum við á hotnuða. Og það varð oft svona klassmilli, þú veist, venjulegt fólk þorði ekki að inna því við bodybuilderinn vorum alltaf að inni að hræða fólk í burtu. Þeir voru að claim it. Já, en núna er þetta bara fyrir fólk eins og þig. Nú bara getur venjulegt fólk að labba en þið 2 mjónundar 2 eins og ég kall ykkur. Þið getur alltaf inn. Já, ég fæ alltaf bara mjög... Já, ég er að segja það. Þetta er bara búið breytt í tíma. Fyrir 10 ára síðan glimtu og labba. Þetta er verulegt umhverfi. Er það bara fyrir 10 árum síðan? Er þetta ekki 25 árum síðan? Nei, við vorum alltaf fyrir 10 árum síðan og smiðuvinum og pössum bara fólk labbaði ekki að inn. Eitthvað venjulegt fólk fær að labba að inn. Já. Tjekkna byrjaði sko 50% afsláttur ef að doktorfútból sendi á svæðið. Drengir, spurningin góða með tölvutek. Ei mig veg. Ég skal viðurkenna það að ég náði ekki alveg að hugsa þessa spurningu. Okay. En ég er með fróðleik fyrir ykkur frá tölvutek og í tölvutek færðu allt fyrir tölvuna og tæknina og allt það því að ég hlakka bara til að fara að byrja á þetta á öllu saman. Skoðiði númerinn hjá argentíska liðinu sem var heimsmeistari 1986. Þar sem þið sjáið að sóknarmaður er númer 1, miðvörður er númer 9. Carlos Bilardo, þjálfari Argentínu, ákvað að fara eftir stafrósuð í númerum. Nema það voru 2 menn sem voru of góðir fyrir það. Það var auðvitað Diego Maradona. Hann valdi sér bara sitt númer og sko Jorge Valdano. Þannig að aðrir þurftu bara, og það var þetta sendir númer 1. Ástæðan, ég fór að hugsa þetta eitthvað í ég fór eitthvað að hugsa þetta í gær. Var ekki einhver númer 1 í Argentínu? Svo fyrir að skoða þetta, jú, það var gæði númer 1 og svo bara skrítin númer út allt. Þannig að... Var ekki líka... Ég var erfitt með þetta. Sóknarmaður Fylkis númer 1 eitt tímabilið. Kitty Tom eða? Kristinn Tómasson. Ég held að Jón Þorgrímur Stefánsson hafi líka nú verið númer 1. Já, hvort ekki. FH. Við sáum Söndru Maríu í íslenska kvennalandslið númer 3. Frammi. Center. Steindur Elísson, besti leikmaður IK í sögunni. Hann var alltaf númer 3. Svo var það Gallas var númer 10. Já. Hjá Arsenal.
Ekki bara Það var framist hann hann eftir því einhvern hann var veginn. líka númer 10. Hann tók 10 enda kóngurinn. Við slum fara í þetta, við slum fara beint til Mexico með leys. Ekkert leys, engin leikur, það virkar bara þannig. Vá, þvílíkur leikur á Azteca vellinum í gær. England 3, Mexico 2. Jæja, hver var að byrja þetta? Mexico, sko, af því að fyrsti leikluti, hann snerist bara það hjá Englandi að komast í hlið með núlið. Erum við ekki sammála því? Jú, bara lifa af fram að vasspásunni. Svona að því að Mexiko, maður hefur séð það fyrstu 15-20 mínúturnar í leikinn þeirra, þeir hafa verið trilltir. Já. Og svo bara eitthvað með breyttist leikurinn eftir það. Já, þeir voru bara eiginlega ekki ná að neinu takti ekki að halda neitt í boltan, maður sá ekki, þú veist, ég held að Harry Kane hafa alltaf snert boltan bara þessar fyrstu 20-25 mínútur fram að fyrstu vasspásunni. En já, og þá var einhvern veginn svona þetta sjónarspil sem þessi völlur og einhvern veginn þetta, já, bara Mexiko gengur einhvern veginn bara á lagið án þess samt að ná að kannski endilega vera gal opna á neitt, þannig laga, en þeir voru svolítið með þá. Já, þetta var róleg byrjun hjá Englendingunum, svo fór partíð í gang, kom hann einhver sók þar sem að Pickford fór með boltan eldsnögt út markinu, kastaði honum á Declan Rice sem fann Bukayo Saka sem kom með fyrirgjöf með hægri, frábæra fyrirgjöf. Svona wedge. Já, frábæra fyrirgjöf með hægri löpunni og Jude Bellingham kemur á flegi ferð, 1-0. 70 sekundum setna, eða eitthvað svipað, eða eitthvað áleika. Kemur vinnaðir boltana Elliot Anderson og Anthony Gordon. Já. Þræða hann í gegn Harry Kane og staðan fyrir að reyna eitthvað erfitt skot og fyrir að þvert fyrir markið á Bellingham. Það er Bukayo Saka í sand og ösku fyrir að gefa þessu aukaspyrnu. Svo sá maður þetta. Það var helviti hart. Það var engin aukaspyrnu. Það var ekkert í þessu. Það var ekkert í þessu. Nei, það var ekkert í þessu. Þetta var Svekkjandi. bara rangur dómur sko en þá kemur hann þessi fyrirgjöfinn og Konsa einhvern veginn svona flækist aðeins í þessu og ég að segja endar einhvern veginn bara með að hæla hann beint út í hættusvæðið og það var náttúrulega bara þú veist, bara lúðrar hún ekki össalega inn í þaknitið. Þetta var svolítið svona effortless lút hjá Quinones. Já. Hann hafði ekkert fyrir þessu. Nei, en hann líka skoppaði sko fullkomlega fyrir hann einhvern veginn. Þannig að hann fekk þetta alveg á svona gamla góða silfurplattanum. En ég veit ekki, þetta var svo eftir það, þá kom bara einhver besti kafli Mexiko í leiknum. Gjörsamlega bara voru þeir all over them. Sko, Kwanza farið hann á rauðarspjaldið. Og það er þetta tækling út í hóttum, að pæla ekkert rosalega mikið í henni og svo heldur bara leikurinn áfram. Þannig að Mexiko var íkt og allt og voru náttúrulega með dark arts í gangi þarna sko. Jú. Svo er þetta sýnt hægt og ástralski dómarinn sem er náttúrulega bara einhver snillingur sko. Jú. Hann ljónharður. Ljónharður. Hann náttúrulega slóar þetta niður og hann er með ofalega með löppina, fer samt fyrst í boltan. Já. Ég var að vonast til að hann myndi eitthvað vinna með Kwanza þarna. Sko, hann yfirtæklar þetta. Og er það ekki, þú talar hann fyrir fyrsti boltan. Er það ekki bara kálfin á fyrir fyrsti boltan? Þetta er afrísk yfirtækling. Munu ekki eftir hvernig Afríkumenni gerir þetta. Rigobert Song og svona, hún fór svona efstu boltan og svo tóku þeir á fucking klappir yfir menn. Já, það var einmitt, hann svona rétt fór bara toppin á boltanum, svona aðeins yfir hann, en svo tekur hann alveg gjörsamlega og þetta var alltaf rautt. Þetta var alltaf rautt. Þarna er komið rautspjald, uppfara englendingarnir, vítaspyrna, var það ekki Anthony Gordon? Jú, Anthony Gordon. Jú, þetta var hann góður í þessu. Þetta var langbæsti leikur hans. Stakk sér í gegn. Já, það var alls konar, maður hélt fyrst bara var Kane mögulega rángstæður, nei, svo var Kane í rauninni, var henda á henni uppspilnum, maður hélt að það var endalaus meira drama, svona varsjáardrama þarna, en svo var ekki og þeir þú veist, hann gerði þetta helviti vel. Fannst ykkur að Mexíkans í markmann það var rautt? Margir englendingar voru alveg gjössalega brjálæðir yfir því. Já, það er bara ekki lengur. Nei, þeir voru vildi, já. Þegar ég spilaði þá voru það rautt. Já, þá var þetta í rauninni rænu upplöfu marktækifæri. Þrefaldar refsingin. Að þú talar mögulega rángstæð, varsjáðan úti, þeir eru svo snöggir að afgreiða. Ég fíla þetta. Þeir bara afgreiða þetta og svo sýna ykkur af hverju seinna. Hann bara fá leikinn strax að staða aftur. En nei, í dag er þetta bara ekki rautt. Verðum við ekki að skoða, þarna kemur 3-1, svo kemur þarna víti sem Harry Kane fær á sig, það er að klafsin í teig og maður bara svona, það var eitthvað þarna. Og það sér maður þetta og bara nei, það er að vera að koma víti. Englendingar eru búin að fá eitt svona víti á mótinu í fyrsta leik þegar Modric neldi Madueke niður. Þetta er bara... Maður sá þá viðbröðum Mexikóana, hvernig þið voru.
þeir allir gjössanlega trilltust þarna á momentinu og þá hugsa maður, ok, þeir geta ekki allir verið að feika þetta svona Nei. þannig að hérna, svo beið maður bara svo fyrstu endursýningu, ok, þetta var víti nóg að gera hjá okkar manni dómarunum sko. Herru, en verður ekki líka hrósa Thomas Tuchel aðeins? Jú. Hann hendir hann út af Bukayo Saka í stöðunni 3-2 og fer með John Stones inn kemur svo inn með Jet Spence og Dan Burn sem var frábær skipting og ég meina Dan Burn sem einhverju búin að tala með eins og var eitthvað klappstýra eða whatever meiri áttar þess að síðustu 25-30 myndir sem voru eftir því að það var 11 myndir í uppbót og ég veit ekki hvað og hvað Það er ekki hvað hann stangaði marga bolta í burtu Nei, hann lasi þetta þeir náttúrulega voru bara að dæla boltanum inn á þá og hann setur bara besta skallamann sinn sem var væntanlega bara í hópnum líka, hann talaði um það eftir leikinn Jet Spence, hann átti að koma inn og hann bara stoppa þessa krossa að fara svona inn í tegin þú veist, bara eins mikið og þú getur og þú veist, hann gerði ágætt líði þannig að þetta var svona alveg, þetta var bara þetta var gott in game Sko, Peppi með svo skiptingar hjá Tuchel líka þegar hann tekur sko Elliot Anderson út af og maður hugsaði, ok, býtu, Declan Rice er búin að tæpur þessu móti og fekk guldspjald eftir eina mínútu þú veist, það hefði verið maður hefði skilaði frekar að Rice eða fyrir að velja hana þetta var hann kaldur, svo var hann líka kaldur af því að ég veit að þetta er 90. mínútu sem Morgan Rodgers kemur inn á en það voru 11 mínútur bætt við og þessi leikur hefði alveg getað að fara í vítaspyrnukeppni að taka Kane út af það var alveg stór ákvörðun líka þannig að Tuchel hann heldur þetta svo kom líka John Stones kom líka inn á hann átti 2 mjög góð bjarganir, sérstaklega einu sinni þegar að Jimenez var komin bara í gegn og rétt svona nær hann að táa boltan sem vendaði bara að fór í hliðanettið það var fárlega vel gert hjá hann þannig að þetta var, þeir stóðu þessi fárlega vel í maður svo líka bara, þú veist, þetta var Jude Bellingham var frábær í svona leik þannig að 850 mínútur þannig að dræfaði þannig í gegnum eitthvað 3-1 móti öllum mexikosku völdinni og kom einu sinni nærmynd á það sem að sá hversu búinn hann var hann var alveg gjössanlega farinn sko. Já, komið líka bara með þess að snemmi fyrirháleikjum hérna var hann bara á tjattinu okkar og menna velta fyrir sig hvort Bellingham var verið veikur svo kom bara þessi framista Gordon, þetta er besti leikur hans hann var nú bara að vera að koma með impact á bekknum en svona í þessum leikur sem hann var búin að byrja hann var búin að slagur Pickford, þetta var svona típiskur Pickford leikur hostile umhverfi gaman þegar það kemur eitthvað skot lengst fram hvað gerir litli maðurinn þá á skuttlanum sem þetta var ekkert þetta er eins og krakkar gera oft svona ég leika sér út í 5 minútum það var svo margt gott en það var eitt sem einu mómbreyð mín með hann var sko að þetta er eitt lélegasta víti sem ég sé Raúl Jiménez taka nema hann fór alveg á flegi ferði eitthvað á lappinu eitthvað tómu bullan, hann Pickford og hérna náði ekkert og þó hann hefði varðið þetta víti og hann alltaf farin af línunni sko sem að hann var doldið svona hann var röss á honum þar heldur betur sko, köllu spaða samt ef við sjáum bara nú er þetta Mexíkólið þegar maður setur bara spilin á borðið ég veit af Mexíkó og Azteca og töfratnir og allt þetta Raúl Jiménez er laus hann fær úlfana hann fær aftur til úlfana ég meina, þú ert þetta með Edson Alvarez einhvern varamann í Vestam svo ertu bara með stráka að spila í Mexíkó það er ekki eitt leikmaður hérna líklega sem kemist í hópinu nei, ég meina, sko, leikmaður sem að held að geta orðið einhver stjarnan er hérna Santiago Jiménez hérna, sem skoraði eins og óðmaður, var ekki í Hollandi fór svo þau að sem Mílan var ekki búin að gera neitt þar nei, en þú veist og svo eiga þetta undrabatt hérna hinn 17 ára Mora á miðjunni hann var hann sem misti boltan ekki í annað örumarkinu, ég held að það er samt svo skrítið með hann var nikkaður þú telur upp þessi leikmenn maður svona, þetta er nú ekkert það merkilegt þetta er, þú veist maður þarf eiginlega þegar maður er að svona skoða þessi landslið fyrir svona mót að horfa bara frekar á hvernig þessi leikmenn er að spila með landslið heldur og hvað er að gera með félagsliðin þetta er bara alltaf leikmenn alveg svo við séum með okkar eigið landslið það gekk hvað best og hversu mikið er að hafa að spila saman og hvernig mynd aðdrandin hefur að vera þessu og ég held að þetta væri verið, ég horfa sem þú sagðir upp af við þetta er raun og veru sko sviðið þessi leikur þessi viðburður, það var einhvern veginn bara 12. maðurinn fyrir Mexíkó að vera þarna við bara einhvern veginn líka þessar aðstöður leiknum einhvern veginn fresta með þess að allt spilast upp í hendunum Mexíkó Elliot Anderson, er það done deal til City? Já, hvað var það? 117 já, það er ákvað, 100 plus Declan Rice, 100 plus Bellingham, 100 plus þetta dýrasta miðja sem hefur verið stilt upp þetta er allt 100 plus menn Gordon næstu 100 já, það er ándýrt lið maður Harry Kane 100 hvað er Saka 15
En það var gaman eins og Saka fara fram í manninu og maður hefur ekki séð þessu til langa tíma Hann fór ekki frá mig, hann sett hann Nei, bara svona, hann nikkaði hann til hlýðar Þú sást bara Gallardo var bara að hugsa um að loka vinstri fótinn á hann. Já, en þetta var mjög góð sendi hjá hann Þetta var frábæra gert og þetta er ástæðan fyrir að hefur Declan Rice líka á miðsvæðinu. Mótorinn, hann bara Keyra keyrði þetta, upp hann. keyra þetta. Reynir Ágústsson segir menn voru endast að tala um rángstuð í þessu víti Pickford átti sendingin var á markspinnu þegar að hérna Já, í flikkinu í flikkinu hjá Kane var það markspinna Ég er ég, bara, ekki viss. ég pældi svo sem ekki í því Nei. ég sá bara að þú veist ég pældi ekki í rángstuða en ég veit hvaða mómentin hann tala um Já, Já, ok. var það markspinna En byrju, var það ekki flikki hjá, eftir flikki hjá Kane sem menn voru skoða? menn mann voru að tala um að Kane hefur rángstæður Já. Það á þá ekki Nú. við, sko Nú, Það á þá ok. ekki við hann hafi verið með hælinn fyrir innan Gordon Já. var aldrei off Hérna, þetta var í seinni áleika þegar þeir fá víti það er sjáum þetta hérna hann kemur þetta er þetta markspinna? Sjá, þetta er markspinna þetta er með okkur. Já, ég hérna þannig að það þurfti ekki að skoða þetta eitt Nei, eða nei, nei. neitt Það Já, var þetta, hann fór í hendina á honum Það var eitthvað skoðað líka, sögðu hennar, Já. sögðu Búm, Já, hann er alveg með hendina uppi líka. Já, já. Ekkert áfram getur hvað. ekki látið maður skilur alveg Mexiko en það var þetta væla Það er alltaf svo Mexikoðanir gátu röflaður öll en sko Mexikoðanir voru það mjög ráðalausir hérna undir lokin eitthvað, einhverju fyrirgjöfum og eitthvað svona sko Já, já. Maður hugsaði bara þegar það var svona 75 mínútur hvernig alltaf englendingar lifið af. Já, En svo datt þetta rosalega mikið niður þeir ríði bara frekar auðvitað við þetta. Það voru þessi mómentandi sem ég talaði um áðan þarna þegar Stones og svona, þetta var alltaf svona síðasta björgun og þeir voru raun að bara að skapa usla þetta var ekki raun einhvern veginn svona mikill taktur Hver var það sem var næstu búin að skora sjálfsmarkan undir lokin? Var það Stones. Stones. en hann var samt í rauninni bara að bjarga marki sko. Já, ég veit það. Já. en svo Jet Spence átti eitt blokk líka þarna í Já. lokin sem Já. var gott hjá honum Já. ég bara er ekki þetta að losa þessa óhladna andliti á hann sko. þetta er bara einhvern veginn óþægild að horfa á þetta Þetta er að vera óþægild að spila með þetta. maður. hlýtur að vera Kjálka gríman Þetta var, Mexikóðnir voru skemmtilegir en voru síðan rotaðir á eigin heimavelli. Næstu leikur Englendinga er á laugardaginn í Miami og þar verður engin Jordan Henderson. Ég held að sé óvæntast á því föstu. Hann var eitthvað að príla þarna yfir skilti. Já, já. Gamli maðurinn datt við að príla yfir skilti. Það verður samt sem áður bara í nákvæmlega sama hlutverki hann er búin að vera í. Klappstýran Já, bara sem klappstýra. En rísa sigur hjá Englandi maður. Þú veist, hvað er langt síðan að Mexiko töpu bara keppnisleikana? Nákvæmlega. Það er bara eitthvað rugg langt síðan, Já. sko. Það er hjá Henderson þeir sem eru á, geta séð þetta á netinu Þetta var Já, hann hendi sér að nefnir skilti, rennur einhvern veginn á blöytu skiltinu og handles brýtur sig, verið störa. Þetta er þetta er slísalegt Já, Það er ótt að segja það held ég... Þeir eru að gera alvöru grína hessinni í klefanum. Ef við ekki halda bara á hann. Fyrir hann að þurft að borin þarna Albert og fekk súrefni Já, samt. Núna er þetta bara klárt. Hann er handelsbótinn, ég get lofaður því að menn er að bantera Já, stöðum í ég klefanum. bara að segja frá því að leiknum var senkað klukkutíma þannig að maður þurfti að sína svona ákveðna hörku þarna en það var nú lítið mál sá að því að Ríkissjónvarpinu standi ykkur vel og náttúrulega Eiður maður sá einhverja kostningu, hann er vinsælastur hjá okkur á Ríkissjónvarpinu Já. Hann rúlaði þessu. Hann rúllar þessu. Hann er minn vel. ég myndi samt ef hann á kóa þá myndi ég kvíla hann fyrirpart af því að maður fann það þarna á orkustíðinu á þeim en það var langt kvöld Já, Þetta var kvöld það var þarna, þeir voru rólegir þarna nóttina Já, Gunnar Ormslev var satt, það var útkýldur. Þetta var svona að þegar geimirinn Gunnar Ormslev, þetta var svona eins og hann fengið að lana með pappa sínum að þetta. Já, þetta er hrósa Gunnar Ósla, hann er búin að vera á nætuvættinni allt HM sko. Já. Alvöru En það var alveg keisla náðið smára, hann alltaf sko kóa 2 leiki Já. og og í setti Og í setti. Þetta er alvöru keisla En nei, Bjarni var alltaf kóa. En að vera hann í háum stofu uppbytun og uppgjöri og allt og taka hann að leika svolítið mikið. það var keisla og en ég var líka sko, þú veist, maður sjálfur hann hoppandi og skopandi í stofunni sko og svo er hann bara sali rólegur hann að lýsa það flott En flottur samt. hann var maður bara svona þú er búin að spila fyrir Barcelona og Chelsea kannski verður maður ekkert mega spenntur í 16 úrslitum sko Nei, já, þú veist, hann alltaf bara líka, já kannski, mælikvarðin hans er kannski aðeins öðruvísi Ens manns eigin fyrir með orkuna góðu, orkan er bleika bensinni, þú ekki færa okkur úr þessum leik? Jú, ekki? Ekki? Jú, við erum tilbúin að það. Við erum heldur betur tilbúinir í það förum yfir í bleika bensínið sem er orkan -26 kall í 4 vikur skráð þig inn á orkan.is heyri þá er næsti leikur það er Noregur, Brasilia það er nú eitt sko Gunnar Birgisson vinur minn segir reglulega sko ef þessi leikur væri spilað 10 sinum
þá myndi þetta lið vinna 9 sinnum ég meina Brasilíumenn fengu hauga færum fengu, þú veist, víti þarna í fyrri hálfleik herðu, í hvaða heimi hvað var það, Einar Örn og Bjarni Guðjóns þeim fannst ekkert vera neitt rosalega mikið víti þarna á Kunja þannig að hann bara vakkaður þarna niður af Kristofar Ægir bara hversu lélugu dómari þetta vera til að sjá þetta ekki fyrsta Já, betur voru þeir ekki eitthvað að tala það að hann hefði náð einhverju snertingu sem var eitthvað svona sínd einu sinni. Ég veist sko þrátt fyrir að hann eitthvað svona einhverju örlitlu sko ég meina þetta bara víti mikrósnerting á boltan, þá þetta bara víti. Ég klippi manni niður komin í gegn. Bara eitthvað ábla mesta víti bara í sögu HM. Hann næst tötsi hérna, búm, þetta bara víti. Hérna, já, en að því sögðu, jú, það er klárlega vítið, svo fá hann hérna alltaf Endrik, hann alltaf algjör döðafæri, kemst bara einnig gegn, klúraði, tekur þunga snertingu, lætur Nýland koma alveg á sig. Það var glórulega skipting á Kunja út og Endrik inn. Skiptingarnir hjá Ancelotti voru bara lélar í svo leik. Og Martinelli, ég meina, hann mjög langt frá að vera á þessu leik. Sáðu chipsendinguna þegar hann fekk svona bara á silfurfati skalla þegar skalli markið? Já. Hann hoppaði bara gamla góða Þjóðviljan. Þetta var ótrúlegt já, Martinelli á ekki að vera að byrja fyrir brasilíska landsliði í svona leik, það eru rétt en þú veist, en það eru fleiri annar með að Martinelli ekki vesti leikmaðurinn á vellinum. Þetta er bara, við erum búin að tala um þetta sem átti alls ekki að vera að spila þarna. Bang average brasilíska landslið. Ég veit þú ert ósammálaði en þeir eru lélegir. Þú verður missa Rafinha. Já, það er klálega. Menn verða nú aðeins líka að skilja geimið, sko. Já, en Hjörvar, þetta er ekki það gott lið. Miðjan þeirra, þetta var bara í raun og veru, jú, þeir voru hérna, planið þeirra. Hvað voru possessioni hjá Norri? 65% Hvað rugl er þetta? Akkur fara þeir ekki, akkur mæta þeir ekki og dóminar bara þetta lið? Þetta var bara eins og við gerum út í skotunum. Já, en akkur dóminar þeir bara ekki liðin? Akkur þeir bara ekki miklu betri? Dóminar þennan leik. Hverjir? Taktu víti frá og þá er þetta bara mjög jafn leikur. Ég ætla ekki að segja þetta þurfum við að vera með sko, hérna, rosalegt gameplan Noreg til að vinna þetta og við tölum þetta á föstudaginn. Þú veist, Holland sem gerir hann einstakana, hann fær algjör hálffæri og skora mörk. Hann jarða Gabriel fyrsta lagi og svo skora hann aldrei svona mörk sem setjamarkið. Þannig að þeir nýta mómentið sín, en Ødegaard fekk líka algjör döðafæri. Ødegaard var frábær í þessu leik. Já, en hann fekk algjör döðafæri líka, en þeir eru getur skorað 3. Þetta er langbesti leikur sem ég séð frá Morten Ødegaard í áraraðir. Og bara, en ég byrjuði að skora aðeins offit, munið hvað hann var lengi að setja boltan út til hægri í markinu sem aðeins skoruðu. En hann var algjörlega frábær í þessu leikan Martin Ødegaard. En algjörlega stýrðu þessu leik. Sko, Svindli er náttúrulega að spila með Holland. Hann minnir mig stundum á Kolbeinn Sigþórsson. Munið þegar við gáttum bara að sparka fram og bara skipta engum máli hverja hafsendar voru. Kolbeinn tók alltaf og jarðaði þá í loftinu eða bjóð til eitthvað vesinn. Þetta var bara svona þannig framistæði hjá Erling Haaland. Já, menn seinna markið hans er bara ótrúlegt. Hann tekur þetta skot nánast bara úr kyrstuðu. Engin pressa samt einhvern veginn á hann því það er bara ekki trú að hann myndi gera þetta eða hvernig það var og tekur hann kloppa skot. Minnaði Gabriel leit ekki vel út í fyrir markinu. Nei. Hann svona gefur hann aður lítið pláss þannig að hann getur komið á ferðinni og svo er Gabriel staður hann sko, hann var gjössamlega jetin. Munurinn á þessum liðum sko, meðast fyrirháleik Brasilia voru alltaf að komast í færi þótt voru nánast ekkert með boltann. Höfðu lítið fyrir að komast í færi. Komast í stöður. Já, ok, stöður. En sko í seinna hálfleik það bara skiptingunni af þjálfurinn. Solbakken hendur bara strax í hálfleik, bara bob og selur upp inn á og tempóð fyrir upp að meðan Ancelotti í 0-0 setur Neymar væntalega til þess að stýra ykkur tempóið, ná tökum á leikum aftur og það dettur allt niður. Hvað er hann að gera hann inn á? Rosalega emotional skipting. Já, bara feikur engu standir og setja boltandi hliðar endalaust og hann átti bara að fá rautt spjald líka. Það sá líka á 100. mínútu þegar hann fór að rífa kjaft við Örjan Nýland í markinu hjá Noregi. En svo þetta væri eitthvað undir í þessu víti, ég skildi ekki alveg brassana, þeir voru allir bara eitthvað haldandi fyrir andlitið á sem meðan þetta víti var í gangi og svo þetta væri eitthvað risa moment. Hann bara rífast alveg þangað hann sparkaði boltan sko. Það er annað í þessu. Ég fór út að borða með normurum sem að sögum frá því sko að Örjan Nýland þegar var Ingolstadt þá var hann að reyna að fá einhvern YouTuber til þess að taka vídeo af sér af netinu. Það var svona samantekta mestu mistökunum hans. Já. Og Örjan Nýland var bara að eyða dögunum sínum í það en að hafa samband við einhver 13 ára strák bara í Þrándheimi sem var bara með eitthvað vídeo í gangi af honum að gera mistök. Þú veist, hann aldrei verið eitthvað sérstaklega vinsælt markmaður. Hann er bara geðveikur í þessu móti og þessi markvarslega honum þegar að sko eitt af þessum telur ekki í þessu XG deflectioni er þegar að eigin leikmaður er að fara að vippa honum yfir hann. Já, deflectioni. Það er heldur verið gert hjá honum. Vitið hvað er erfitt að bregða svona við með að hlaupa aftur fyrir sig
og redda þessu, bara, þetta svo óvænt líka. Já, það var líka, hvað var ekki, hann var á Brúni Sumaras, þegar að var Rangstaða, komin út og lokað á hann var... Það var ekki rángstaða. Það var ekki rángstaða. Það hefði alltaf talið sem mark. Það var svakaleg varsla. Þegar að fara inn í áttalúrslitin með Holland, sem bara sjóðandi heitur, og Nýland, sem bara eiga núna 2 sturlaða leiki. Hann geði ykkur leikni líka undan. En þú ert að tala um að hann vildi vera að taka eitthvað út af netinu. Ragnar Bræður lendi í þessu. Það var eitthvað gauð sem hafði samband við hann. Hvort hann vildi að hann myndi taka sem alltaf besta hjá sér. Hann bara, já, gera það, reyna að koma honum út. Svo þegar hann var búinn að gera það, og hann vildi, ég borga mig fyrir þetta. Sagði hann, hei, ég held ekki að borga fyrir þetta. Þú bara stæklar neitt. Ok, þá sitt ég bara út alltaf vesta, ég tók það líka. Þá var hann bara hótt honum, hef hann ekki borgað fyrir það, þá sittur hann alltaf vesta. Bara eyðilögur sem leikmann. Ég meina, þetta var eitthvað, Örjan Nýland var á flegiferði. Fáetar eru víða, en já, ég sagði nú bara eftir hennar leik við norsku vini mína sem voru að tala, maður var að spjalla við þetta leikina, það eru hann á skili styttu eftir hennar leik og náttúrulega Holland. Pæli með Holland, hann með 7 mörk núna í 4 leikjum. Hann ekki búin að klúra færi held ég. Nei, en sko, sem sagt 6 af þessum 7 mörkum eru sko það sem hann að klára í fyrstu snertingu. Alltaf, bara fyrstu snertingu. Sem sýnir hvað það nýti þessi moment vel. Þetta í rauninni bara þannig hann. Þetta var fyrsta sem hann gerir í rauninni það sem þetta er fleiri en einn snerting, það þetta skotan í gær. Sem var svona einhvern veginn, skrítið moment eitthvað inn á mörguleiti, en það var fórið ekkert í hann. En þetta er ótrúlegt maður og en eins og segi, þeir Solbakken, þetta var frábærlega veluplæða leikur hann voru í, gjörsamlega frábær og líka skiptingarna sem hann kom inn og hann tókst einhvern veginn að gera lið alltaf einhvern veginn betra meðan mann leið einhvern veginn svo þetta væri einhvern veginn bara fara alltaf meira og meira í vaskin hjá Brasilíu. Hugsa, maður var að rífast við rækjusamlokur þegar að Stóli ákvað að hvíla í Frakklandsleik. Það var menn alveg bara svo, hvað er hann að gera? Hann er eyðileggja momentumið og eitthvað svona sem, þú veist, af því að hann var vænt að láta sér dreyma að komast í áttalöfuslut eða undurúrslit eða eitthvað líka. Veist sér alveg að hann gæti ekki keyrt á þessu mannskap bara non-stop. Fáránlega góð, og auðvitað fann ég til með þeim sem voru mættir á völlinu og allt svo leiðis að fá ekki alveg leik og allt það. En ógeðslega góð ákvörðun hjá Stóli Solbakken. Já, fyrst að þeir kláruðu þennan leik og voru ferskir, en ef þeir hefðu dottið þá hefðu verið að tala um allt annað, því að þeir hefðu ef þeir unni Frakka og geðum alveg leik þá hefði fengið Svíja og Paragvæ. Já, en við þekkjum að manna best Íslendingar sjá lið bara bræða úr sér í áttalústum þegar við fórum til Parísar á sínum tíma. Við bræddum úr okkur, það var náttúrulega fannst lyktin til Reykjavíkur sko. Þannig að þessi lúksus að geta hvílt í síðasta leiknum ekkert sérstaklega samfærandi á móti Fílabeinsturundinni en stórkostlegur sigur þarna í finna leiðir og þetta er náttúrulega bara, þú veist, grýta Brasilíu út úr HM í þessum 16 lústum, þetta er fárlega. Já, menn hvað er 8 ár síðan að voru að tapa móti Arsipassan. Þetta er ótrúlega uppgangur í höfðum. Það er bara eins og ég sagði, það er þjóðasorg í Brasilíu. Já, þeir eru bara ekki, þeir bara náttúrulega að missa þarna sinn, kannski mikilvægast leikmann í Rafinha. Og það munur hann þá, og svo náttúrulega Lucas Paqueta, maður sem sló taktin í miðsvæðið þetta og svo náttúrulega fengur hauga færum. Örjan Nýland mun aldrei aftur eiga svona leik, sko. Slagi bakverðir, taktleysi í þessu liði. Þetta er ekki alveg Brasilíu. En Danilo, Juventus, Manchester City og við séum bara slagi úr bakverð. Hvað er hann gamall? Og í hvað level er hann núna? Hvað er hann núna aftur? Er hann í Pétursburg? Hvað er hann núna? Flamengo. Við sáum bara markið á móti Japan, hann gefur það og svo er hlupið hann að við fram hjá Casemiro og mér varst reyndar Santos í vinstri bakgrunn komast ágætlega frá þessu móti. Já, kannski. Þetta er bara ekki einskasta leikmenn. Santos, Rosalíu, Danilo, ömulegu, Marquinhos og vonulegs getur ekkert í fótbolta. Man bara setur, bara ráin er í hæstu hæðum á Brasilíu alltaf. Þeir voru miklu betur sem leik. Örjan Nýland með respekt, Erling Haaland, ótrúlegasta framistæða bara ever. Mér fannst það ekkert frábæri í seinna hálfleik, mér fannst það góður í fyrra hálfleik, bara að koma sér í stöður, en þetta var skrítið leikplan og já, þeir spiluðu þetta algjörlega frá sér. Mér fannst það betri í fyrra hálfleik, ég get ekki undir það. Og Martin Ødegaard mjög góður, þrátt fyrir að fá lélega einhvern hjá fótbolta og sofa og allt þetta. Já, þetta tikk alls konar tölfræði inn, en hann var góður í leiknum. Mér fannst það mjög góður. Það er höldum áram. Bam, bam, bam. Ég sé að Fox í Ameríku eru fannir að nota stefum. Aha. Já. Ég skil það vel. Það fari í uppáhaldsliðið mitt. Já, þegar ég fer í uppáhaldsliðið mitt þá ætla ég að minna á Boost sem selja allt fyrir betri hár og húð umhirðu.
ef þú vilt ekki vera að kaupa þetta og láta alla sjá og setja að kaupa eitthvað dagkrem, þá fínt að gera það bara boost. Já. Og veist, þegar þú nýkomin úr múrbúðinni og verður eitthvað að kaupa dagkrem eða eitthvað, nætukrem, þá getur þú gert þetta bara og fengið þetta, sendið eitthvað hólf og sótt þetta þar og veit engi hvað í þessu. Vinnur þú bæði með dagkrem og nætukrem? Öll heimsins krem. Já. Öll kremin í heiminum. Förum í næsta leik, þar sem að mitt lið, Paraguay, ég var stoltur af þeim á laugardaginn. Jöfull var ég ánægður með þá, það er þetta sem ég elska við HM. Þegar þeir lömdu frakkana í 90 mínútur, en ég verð að hrósa frökkunum líka fyrir að sína stillingu. Það var þarna dómarinn góði frá Úsbekistan, eða fara aðeins niðast okkur sínum hvað hann heitir Tantjev. Þetta er sami gæi og neita að gefa skotum víti á móti Marokkó. Þó var 2 Stonewall víti þar í þeim leik. Hann ætlaði náttúrulega ekkert að gefa þetta víti þegar að Dúe var hakkaður þetta niður. Nei. Djúvillig var gaman að sjá þessar leikmenn, þú veist, í Paraguay. Þeir eru bara tilbúin að fara stríð. Þú veist, mér finnst svo mikið svona allir að gefa 5 í dag, eitthvað fílingur yfir íþróttum. Paraguay voru ekki mættir hana til að eignast vini. Nei. Þetta var shithouser í 10 af 10. Þetta var alvöru dark arts. En það þarf eiginlega bara sko að rannsaka hennar leik einhvern veginn eða einhvern veginn að gera það að sko þeir fengu ekkert gult spjald, ekki neitt. Frakkarnir enduðu með 3 eða 4, manni hvernig það var. Þessi Galarza, hann var sko líka mjög tæpur í síðasta leik. Núna, þessu leik var hann alveg gjörsamlega trilltur. Og það allir trilltir yfir því hvernig Paraguay nálgustunum leik, hvernig spilu, hvað voru miklu fantar. Þetta ætti bara öll reiðin að beinast að þessum Tantjev, sem dæmdi hennar leik. Þú veist, að því að, auðvitað spila Paraguay bara eins fast og mega. Paraguay fengur 1 gult í þessum leik. Nei. Og það var aðstoðuþjálfarinn eftir leik. Það var á bekkin, já. Ég sá að þið klúðuðu þeirri heimaðun og rúf. Það var 1 gult. Það var aðstoðuþjálfarinn sem fór í þjálfarann. Ég var ekki á þessari vakt. En ef þetta hefði verið Ísland á HM, Sverrir Ingarsson hefði verið Casares, Jón Dagur hefði verið Galarza gæinn. Og við hefðum nálgast þennan leik nákvæmlega eins og þeir gerðu. Þannig að þú veist, við fagnum litlu sigurum trilltir. Hefðu ekki í stúdíó eftir leik verið að elska þetta? Þess vegna var ég svo hræddur þegar ég heyrði Arnar Gullarsson að tala hvað var ánar og lausu Paraguay og þetta var allt umrætt til Paraguay. Ég hugsaði að heyrðu anskot, þetta eina leiðin til þess að við getum árangri í fótbolta. Við getum ekki spila einhvern fancy krúttfótbolta, sko. Þú veist, ég var bara að velta ef ég Þóroddur Örlygsson að horfa á þetta, var ég bara holy shit, hvernig eigum við að þú veist bara fjárhagssambandsins, við verðum að fara að komast inn á stórmót. Við hefðum alltaf elskað þetta hefur okkar með. Það taka nákvæmlega eins og á frökkum eins og Paraguay. Fáetaskapur, þrjóska, bara allt í þegar þeir fóru á vítapunktin. Þetta var algjör veist. Það var líka bara Dembele að bara hlóa þessu, sko. Þeir hafði bara svo lúmskafan þessu rakar. En þetta samt, sko, hann var vist bara búin að safna saman öllum stæðstu leikmunum sem á bekknum þegar hann var að fara að flauta til leiksloka. Bara til þess að hlaupa strax inn og passa Mbappé. Það var alveg þarna, sko. Já, hann myndi ekki veiða hann í einhverju vitleysu og hann hélt heldur kúlinu kallinn. Hann brosti mikið, hann notaði taktíkinni á íslenska breytislandsliðinu, á brostæknin. Já, brostæknin, alltaf bara að vera að hlæja. Alltaf brosandi. Sko, þegar Ousmane Dembele lélugur, hversu lélugur er hann? Bara, hversu lágt er gólfið hans? Já, hann er svona on-off típa. Hann geggjar mótið þegar Stóli setti hárgreiðslumennina inn á mótið frökkum. Svo er annað í þessu. Það er glæpur gegn mannkinni að láta ekki frakka spila í 3 litum. Þegar frakkar eru bláir, hvítir og rauðir, það er svo fallegt. Það er svona áleika fallegt eins og sjá Kólumbíumennina í 3 litum, eins og sjá Mexíkóna græna, hvít og rauða. Það er svo miklu fallir að hafa 3 liti í búningunum. Endurspegla fánan 100% einhvern veginn, sko. Það leiðir þetta að horfa á mína menn frakkana, svona alla neyfi í einhvern veginn og ég vona að ég fái rauðu sokkana og hvítu stöðbúsina mínar sem fyrst aftur. Þú veist að tala en sko Dembele bara góður til Svím, hann skora og leggur upp í fyrsta leik, hann með 3 mútið Nóri, stóðsendingum til Svím. Hann var samt ekki góður í þessum leik endilega. En ég sammála því að mér var góður í mótinu. Ég skal gefa eina stóðsendingum til Svím, sko, rúlunum eitthvað til liðar og skora vinstamáli heima. Nennur þú Dembele ekkert þess að glemja mikið? Finnst þér þetta, er það því að vann þetta Ballon d'Or? Er það ástæð? Hann er bara ekki nóg góður til þess. Þú þarf bara að vera ákveð góður til þess. Lamine Yamal átt að vinna Ballon d'Or. Ég er alveg sammála því, hann er betri í fótboltamaður en þetta er bara svo mikið svona, þetta endurspeglar svo mikið bara hvað gerðir bara titlanir. Maður bara satt heima og hristi hausinn maður var að horfa á leik, bara hversu gólfið er lágt. En vinnur hann ekki aftur í frakkarnir vinna HM?
Nei, hann var tekin út af í úsleir hérna Champions League. Já. Ég segi nú bara svona. Nei, Killy langbesti leikmaður í þessu liði. Ég bara Ef við förum eftir hartanlega sammála Við ætlum að fara eftir bókinu góðu þá byrði helviti líklega, Frakkan kláraði þetta aftur. Það er bara þannig. Já, það furðulegur heimur. Það heimur sem við lifir í hérna, menn. Þetta var góð skemmtur. Ég líka bara Frakkar vel gert að halda haus. Sko, núna það Frakkland gegn Hverjum ætlaði að mæta? Þeir komist að því í Dóttum fútbolinn eftir smá. Fyrst ætlaði ég að segja ykkur frá Múrbúðinni. Monaco. Fyrst ætlaði ég, Monaco, ok. Fyrir ekki, ég ætla að vera að tala við ætla að vera að spyrja á okkur að þeir tekið brain freeze, en ok. Nei. Í Múrbúðinni þá sama verð fyrir alla. Það skiptir engum máli hvað þú heitir, þú borgar sama verð. Ég sé að mikið af spurningunum sem að koma á chatinu góða ball og gunn. Við svörum því öllu saman á eftir. Eins og að halda áfram. Já, í Múrbúðinni færðu allt fyrir sumarverkin. Kanada 0, Marokko 3. Það sjáum svo sem enginn eftir Jesse Marsh. Áhugavert viðtal sem hann fór í eftir leikin. Þið djúlega voru flottir í fyrirjáli Kanadamennir. Já, það voru kröftur. Orkan í þeim. Já, alveg verið pressa. Þeir voru bara betri, ég glómt hana það, en náðu ekki að nýta sér þessi yfirbyrð til að komast yfir og svo kemur náður að rykkja hann inn. Mér fannst ég að hafa séð svona leik svona 100 sinnum í meistaradeildinni hjá Real Madrid. Já. Bara svona, þú veist, bara kveikja á sig þegar þeir þurfa, eru undir á löngu köflum með leiknum og svo bara klárum þetta. Eitt besti landsliðsmarkmaðurinn í boltanum verið Bono og var flottur á Sevilla og allt sem hann að gera og whatever en bara hann einhvern veginn algjörlega frábær í þessu. Svo líka þetta svindl element í honum, hann liggur í hverjum leik. Já. Og dregur þannig tempóið niður. Ég meina Saibari meiddur. Já, hann meiðist hann á, hann setur treyjuna yfir andlitið. Já, það alltaf sæn að leikmaður veit að þetta slæmt. Þetta ekki bara eitthvað vika. Þetta ekki eitthvað lítið. 3-4 dagar. Það skelfilegt að missa hann út. Og það sem hann náttúrulega líka áhugavert í þessu öllu saman að það var Marokkoi sem skoraði 2 mörk og Nóa. Já, af því að hann bara fættur í Marokko. Já, þetta gerist ekki oft. Nei, og hann áttur náttúrulega verið farin út af. Já, rautt. Það var rautt, það var hann Ahmed þegar hann var að komast í gegn og hann tógar hann niður. Sko, það var mikið að vera að tala ef hann hefði látið sér detta. Ég held bara að því að liðsfélagann sem hann ekki hverða var kom og tók boltan og hélt sóknina áfram. Ef það hefði ekki gerst, þá hefði Ahmed hent sér niður. Það var alveg típist við þetta bara Unai að fara að skora síðan eftir þetta. Það áhugaverður leikmaður, Unai, hann einhvern veginn kom þarna fyrir 4 árum, var svona frábær, fekk hann á Marseille, en hefur síðan einhvern veginn ekkert endilega svona fest sig almennilega þar, þetta er svona landslísmaður. Bara eins og við vorum að tala um á hann, það þarf að horfa á leiki hjá þessu leikmaður bara með landsliðinu, þú veist, sjá hvernig eru þar, sko. Góð slútt hjá honum og Brahim Díaz náttúrulega gerði líka vel. Þetta eru stóru leikmenn, stóru moment í þessum liðum hann hjá Marokko. Sko, þannig að Saibari. Þetta strákurinn sem var að verja markið hjá að Mendy fengi ekki handklæðið. Afkonungsstæðinu. Ég elska allar þess að sugur bak við afkon. Ég meina, þú veist, bara talandi það, sko, ég held að við verðum öll að halda með Frakklandi á móti Marokko. Þeir eru þetta dark arts. Það var alveg dark arts. Já, þarna var að verja. Hugsaður að fara í þetta hlutverk. Já. Það eru önnur einhvern veginn, reglunar eru öðruvísi þarna þegar þið fara í þessu afkomkemni. Það bara, það sem leifa sér þar í hegðun bara á einhverju öðru leveli. Við sáum Senegal menn reyna að taka þessa hegðun inn á þetta mót. Þeir reyndu það og alveg klálega. Nei, þetta viðtalið Jesse Marsh þegar hann fór að byrja að tala að ég verði freka til að vera við heldur en þeir og þeir vist elskar hann úti. Kanadamaðurinn elskar hann. Segir það okkur ekki bara hvað þeir vita lítið fótbolta? Jú, kannski getur þau sem ekki gengi ágætlega sátti frá borði í Kanada menn þannig það sem við fóru. Jú, hann bara svo óþolandi. En þetta alveg ótrúlega skrítin orka í svona ánga. Það ekki hægt að segja hana. Erfitt að halda með honum. Haldum áfram, þurfum ekki að ræða meira Marokko og Kanada. Nei. Bara. Höldum áfram. Og skoðum það sem í gangi Netgyro með Dr. Fútból. Já, ég ætla að reyna að fá Netgyro með mér í lið að kaupa með liðvika. Draumurinn.
en þessum Ég er bara að skoða þetta. Hvað heldur þetta sé eitthvað sem tekur einhver ákvörðum bara Já, eitthvað? ok, greinilega þetta er stór ákvörðun. Hvenær byrjar að tala um þetta í apríl? Já. Það er ekki? Þarfleiði eitthvað. Það er komin alveg pressa á hana leður eitthvað. Já, Á þetta já. pikk. Ég þarf bara að fá, bara að setja saman eitthvað, sko, Hópsérfræðinga. hópsérfræðinga Já. sem að vilji vilmun leiða. Þú var ekki komið með lúki, var ekki Scott McTominay í jakkin? Já, en ég líka að pæli að Áski Sigurvinnsinni hérna, Síða. 97-98 edition. Og hann þarf að vera þungur líka. Já, þú 20 kíló. Þegar þú byrjar að tala leður eitthvað, Hjörvar, það bara poppar alltaf upp Safonov. Já. Og það er síður ég ekki þá. Já, já, Þannig að já. ég er að byrja upp vondar minningar þegar Já, Safar og já, kóngurinn kemur í. Já, við ætlum að gera þetta með netgír og ég á okkur smá peninga en ég þarf að láta þá taka restina og fá að borga seinna. Já. Engar viðkvæmar upplýsingar þar, engar viðkvæmar upplýsingar eftir sigur Kólumbíu á Ghana. Ævintýrið Carlos Queiroz með Ganverjana er lokið og þarna var Tommy Steindós á vellinum. Það er svo æðislegt að hafa þetta í Ameríku. Sjáuði vellina. Sjáuði, það gengur allt upp. Bara veðrið, vellirnir, allt. Já. Rósuðum Arias hérna fyrir á föstudaginn. Hann setti markið í þessu leik, sigurmarkið. Svo sem, þú veist, þeir voru betri. Engi svo sem bilaður afgangur af þessu hjá Kólumbíu þannig en hérna, bara betra leik. Já, 100 sem betri. Já, þeir Ég er voru að segja, það. betra lið. Þeir skora snemma á einhvern tímabundi fóru þeir eitthvað að bakka og reyna að halda, sko. Þeir áttu að vinna þetta stærra. Já. Voru tölvört betri. Þessi tími var erfiður fyrir mig, 1:30 á nóttu. Ég var eitthvað aðeins, ég var að djamma. Já. Og Komstu heim og náðu síðasta hálftímanum? ja, maður var svona eitthvað að taka þetta meðan maður, Já. þú veist. En Þetta var stór helgi. þetta er einn besta djamhelgin. Ég held að lengi. Já, ég man ekki eftir fyrir djafhelgi. Tjóðið var gaman. Já, þetta var alveg helgi. Og maður er allan að sáttur í dag. Var það ekki á nei, það var á 15. nótuna sem að Svissun Alsír, Ástralir og Egyptar gerðu 1-1 í jafnteflis og Egyptarnir unnu í vítaspyrnukeppni. Já, það var áhugavert pikk af vítaspyrnum þar í þeim leik. Það láta Matti Ryan inn á eða? Bæði það, ok, og líka þegar Beats, sko, hann var, maður skilur alveg, sko, Ryan er alveg með góða tölfræði í vítaspyrnum. Beats var hann samt svo góður í þessu, ok, hann átti risavörslu rétt fyrir vítaspyrnukefnina, hann var svolítið peppar, en ég skil þetta samt alveg, en ég er meira að tala um, þú setur súttar á punktinn, við erum oft tala um þetta, hafsendar þeir eru fyrstu menn ef þú spyr, hver treysta sig til, hafsendar alltaf strax ég, þeir eru svo kokkraustir, svo bara neklaður sér. Svo tók hann bara markspinnu. Já, og svo kemur Herrington, annar hafsend, 18 ára, stýra punktinn. Ég held að, þú veist, Ungistrákurinn hann í lokin. Já, ég held að Bates myndi fara á punktinn, reynslu mikill, þú veist, 35 ára, hvað hann er gamall, þú veist, hann fór ekki, Örven fór á punktinn, það er eitthvað skrítnasti leikmaður sem ég séð. Sko, ég var að, þú veist, að djamma þegar leikurinn var í gangi. Eina sem maður hugsaði meðan maður var að djamma að horfa á þetta var að bara hvort liðið þarna er að fara að tapa yfir Argentínu. Ég hugsaði bara með samanleik. Hvort varstu að djamma eða að horfa á þetta? Bæði. Með djamminu. Nei, en hérna, já, mér veist bara Ryan, hann var bara svo langt frá þessu mítum alltaf. Hann var alltaf farin af stað, hann tók sinni svo David Raya. Hann var alltaf búin að rölda af stað áður en að þið bara skutu. Já, og þrátt fyrir að búin að fara af stað, þá var hann langt fyrir að fara allavega út í hot, sko. Það hann skoraði annað sjálfsmark Mohamed Hani. Þetta er annað sjálfsmark á þessu móti. Ég fór að skoða þetta, það er bara einn annar í sögu HM sem skora 2 sjálfsmark. Hann getur eignast þetta met. Hver með hinn? Það eru Ivan Vučov. Búlgari, já. Hann getur tekið þetta met bara átt þetta sjálfur eftir mótið aðkendur. Vučov, var hann í 86 liðinu eða? Þetta er 1966. Þetta er bara frá því gamla dag? Já, gamla dag. Þetta er alveg met. Já, það jafna. Já, við slum þá fara í einn alls skemmtilegasta leikinn á HM það sem af er. Bara besti leikur keppnar fyrir utan leikin í gærkvöldi. Já, Hertz með Dóttarfútból, ekki bara bíllega, þetta er líka bílasala, notaði bílar þar og getur líka leigt langt í langtíma. Argentína 3, Grænaði 2. Já, við verðum seint sett að Argentínumenn séu að fara erfiða leið í þetta allt saman, fá Afrikulið í 32 lögustum og í 16 lögustum. En Grænaði þeir börðust eins og ljón í þessum leik. Nú, Messi skoraði frábært mark á 29. mínútu og The touch. Þá hélt maður að þetta hlýtur bara búið. Nei, þetta var svo sannarlega ekki búið því að Duarte,
jafnar hann á 59. mínútu, það er framlenging Butcherinn kemur þeim yfir í 2-1 og 90. Annari með sitt trademark finnist þegar hann setur hann bara í þakið. Já, Gjössanlega bara fyrir bara í gegnum boltan. Já, bara leðrar þetta í gegn, bara, hann svo sem það þekki þetta slútt allir. Og svo var það náttúrulega mark, eitt af mörkum keppnar, þó svo fyrir mér eigi náttúrulega mínum en úspekandir en þá mark keppnar. Þegar López Cabral skoraði á 103. mínútu. Já, á geðveikt mark. Og tekur þetta iconic fagn líka og allt þetta. Þetta svona hérna, sko, fyrsti hálftíminn í þessu leiku, kannski bara fyrir áleikur í heildsinni var ekkert eitthvað stöðleg. Á ekki að hætta með framlengingar og fara beint í vító. Er það ekki sem að krakkarnir vilja í dag? Ég held það. Já, það eru Sem að feð fram og tilbaka. Já, en sko, stundum eru framlengingar leiðilegar, en þessi var stórkostleg. Ég vil ekki hætta með framlengingar. Er það ekki bara einhverju svona kverulandar? Jú, en þetta geðveik sending líka hjá Lisandro í markinu í Messi sem móttaka Messi sko að hann takin ekki, þú veist, flestir fara að reyna að drepa hann sko Tekur hann Messi að taka niður, hann eitthvað með næra að höggva hann upp til þess að búa til slútið Lisandro Martínez og Romero búin að góður á þessu móti var þetta markskráð sem sjálfsmark? Já, þetta er ógóð Ég ánægð með Cabralana, alveg ástoppungur við tengjum það við þrýr hérna, við erum mjúkir menn fann konuna maður vissi ekki hvað hann var að leita af veistu hvað ég meina? En við erum að tala um að græna þau tap ekki leik á þessu móti í 90 mínútna leik við spilum á Spánverjum Uruguay, Sádi og Argentínu þetta lið sem kom mest á óvart algjörlega en Argentína ekkert að fara að spila neitt alvöru leik fyrir bara í áttalega með fyrsti alvöru leikur það Sviss eða Kolumbía það er magnus en ég meina, þetta var alvöru leikur fyrir þá þú veist, leikurinn sem slíkur, það er nú bara þannig þetta er pínu svekkjandi, þannig lagað fyrir þá sem eru að pæla í metum og stóðsendingum og þenni að því hann Maradona, hann jafnað Maradona í stóðsendingum hann Messi, þetta hefði verið ekki skráð sem sjálfsmark en Romero skallar hann í, þetta var skallar hann leiðinu framhjá þetta er sjálfsmark þannig að sko, ég get ekki sett það heima á mér því að við harðan Vosinja mann þar en ég get sett ykkur að Vosinja bara afriðt smartmaður þetta er engin snillingur landslísmarkmaður bara búin að standa sér fínt í þessu móti en þú veist, ef við bara þú setjast niður og bara svo skoða Vosinja í mótinu því að hann er svaka kongur núna og er kongur á mínu heimili og mikið verið að ræða hann en Vosinja er ekki þessi snildar markmaður sem að hann án félags? hver Vosinja? Ég held að sé atvinnuleyspenni svo Örjan Nýland Örjan Nýland var Redding, Norvits, aðstar reyna að koma sér einhvern veginn að vera aðalmarkmaður og alltaf fekk hann bara gana góða neyð bara fara á bekkinn og þú getur hitt á svona mót þessi tveir eru að gera það þeir eru heldur betur að standa sig vel þessi kongar og Vosinja hann ætlaði eitthvað að fá að taka í spaðan á Messi sem hafði lítinn á hói og setti svartan blett á þetta mót Vosinja ætlaði að taka í hendina á Messi var það ekki rétt hjá mér eða var það AI? Ég held að segja AI ég sá eitthvað viðtölu við Vosinja ætlaði að vera að kvóta hann eitthvað hann var að tala svo fallega um Messi sko. Messi er nú yfirleitt svona þeir eru bara knúsast hann í höra minn og handshake þú hefur látið AI gappa það var verið að plata gamla kallinn það er bara algoritmi veit hvað þú vilt sjá það var eitthvað Þetta kom AI með AI-brandara við slum bara í aðrar fréttir af heimsmeistara mótinu ef þú ert á leiðin til útlanda þá er lagning það er staðurinn Dock fyrir 15% afslátt fer bara í P2 svo einbyttur er að því að njóta lífsins með þinni fjölskyldu eða vinum það er nú ekki mikið flóknara en það eru nóga fréttum á þessu heimsmeistaramóti Jürgen Klopp er nýr þjálfari Þýskalands ég er mjög spenntur fyrir því ég hlakka til að fá að halda með liði sem að Jürgen Klopp þjálfar ertu bara aftur orðin bara heldur með Þýskalandi nei, alls ekki, bara gaman að fá hann sammála því, fá hann aftur í þjálfun og kannski á svona alvöru mót það er bara snilt mjög skemmtilegt og smá orku í þetta Þýskalið var að fara úr þessu snildar giggi ef að vantar manni þetta til að fara og skoða liðið í New York og Brasilíu og eitthvað svona þá er ég laus ef að það er áhugi fyrir því þetta er bara gig sem ég myndi aldrei sleppa hvað er þetta að taka við þessu Þýskalið það er köllun er slott tekið með Hollandi eða á eftir að tilkynna það er ekki búið að tilkynna það er nú allan að hann var þótti mjög líklegur þá fá þeir allavega possession bolta sinna aftur þannig að annað Florian Balogun verður með Bandaríkjamönnum í kvöld á móti
Belgum FIFA beitti reglu 27 til þess að áfrýja banninu, hann fekk rautt spjald sem hann náttúrulega aldrei rautt spjald og það hljóta allir góðu menn að fagna því að þegar mönnum hendi bann fyrir eitthvað sem átt aldrei að vera bann að það sé tekið tilbaka eins og við erum bara farin að þekki í fótboltan. Já, það sem ég finnst fyndasveit allt saman, ég fá að segja bara hvernig það orðanótkun Bandaríkjamannsins á þessu. Já. Flagrant. Já. Þetta var ekki flagrant foul. sem heldur skemmtilegt en þessi regla þarna og henni var beitt og þú veist, auðvitað fara samsæriskenningarnar og flughjörvar við skulum bara alveg kalla spaða þar að og þessi bara hreinlega fórseti Bandaríkjanna hefði verið með einhver íhlutun þarna og fleira en ég samt alveg á því að ef það tekir endurupptök á þessu til skoðað og það þetta ekki rauðspjald En betur gáður ekki út á föstudaginn að þessi dómur myndi standa Já, en svo var svo kemur símtal, það bulli við þetta auðvitað algjört bull þetta skulle enda svona og líka bara sólarhring fyrir leik Belgan búin að leggja leik það í rauninni það einast ég hef er lúsera mentalitetið í Evrópu í Ameríku þá vill alltaf mæta besta liðinu þú veist, ef þessi stór leikmaður í NBA sem að færa ekki leikbann þá fagnar alltaf leikmennir í hinliðinu we want to play them at their best en lúsera mentaliteti í Evrópu þannig að það er voða gott að vantar einhvern veginn svona, þetta Florian Balogun Chris Wilder sagði að hann ætti framtíðina fyrir sig hann var bara ekki nógu góð til að spila fyrir Middlesbrough það bara 3-4 ár síðan það var þetta hefur ekki verið svo mikið látið eins og þetta er eitthvað undrabann Nei, þetta þeirra svona stærsta stjarn á þessu móti þannig að auðvitað skiptir þetta máli en erum við bara en ákveður fagnis ekki allir við viljum hafa bestu leikmennir á veturinn, þetta er HM Þú ert ósáttur við þetta, Albert? Já, ég er ósáttur við þetta ég er búin að fara yfir af hverju ég er ósáttur við þetta því FIFA gefur út að það er allir ekki að skoða þetta ákvörðun stendur, svo kemur eitthvað símtal þá þetta bara svo loðið það er enginn að fara að segja með það ef nákvæmlega sama scenario að Lukaku hefði fengið rautt spjald undan fyrir nákvæmlega sama brot að hann var að fara að spila leik í kvöld það væri bara ekki að fara að gerast ekki séns, við sáum Gæjan Katar sem að fekk rautt spjald Madibo fyrir Kóni þegar hann fótbrytur hann það fannst mér ekki einu svona rautt spjald FIFA skoða það og hendur hann með 5 leikjabann svo kemur þetta Já, en það sem ára áttaði líka núna í Hvításu núna blóðheitu Juki þú ert með Melania hún hefur náttúrulega bara ekki látið sætt að segja þetta menn Baron Trump svona sem er að fótbolt áhuga maður Nú ertu bara komin langt út fyrir fótbolta nú ertu komin í það sem er að í þessu Þetta er bara eðla heimi Þú vilt kalla spillingu, Albert Augljóslega, þegar það er búið að gefa út ef þeir hefði komið þetta FIFA hefði komið þetta bara sjálfur á föstudaginn staðinn fyrir að gefa út að hann mætti ekki spila leik og ákvörðum myndi standa það bara fæn, af því ég sammála því þetta var ekki rautt Af hverju spilaði Garanti Óstaríkinn 62? Það er ekki farið eitthvað 62 Þú ert að vinna Rúf, þú er að vinna heimaðinu allan daginn Ég var ekki að tala þetta atviki Nei, þetta hefur verið gert 27. article 27 Það hefði ég beitt En af hverju var því ekki beitt Þú veist, af hverju kom ekki FIFA strax með það Af hverju að koma með út í gær Þeir áfríðu Vissu þá, Bandaríkjamenn eru bara að vita allir tíma Balogun er að fara að spila hann leik Þú veist, Trump og Hvítáhúsi reddar þessu Við leggjum upp leiki með Balogun Þetta er ekki komað þeim neitt óvart Og meðan Belgar er búin að leggja upp sinnleik á móti þeim haldandi að Peppi sé hana Þetta er allt þessu leikmenn Skiptir engu máli Það skiptir alveg máli Þú ert að tala við erum að tala hérna Champions-deildina hvað skiptir miklu máli þú fer að sér byrjuleg í okkur Þú vorum að tala þá, við skildum ákvörðuna að hvað var ekki Middlesbrough En auðvitað skiptir þetta máli þú veist, ég held að þú spyrð þú veist, Rúdi García, þá myndi hann frekar vilja sleppa því að vera með Balogunna frammi ég held að það sé alveg klárt mál en hefur þetta ekki notað líka áður, er ekki fordæmi fyrir þessu líka hjá Cristiano Ronaldo? Jú, náttúrulega fikk ég leikja mann og því var sleppt Ég meina, við sjáum þetta Nei, að fækna eitt leik hann var bara klíraður til að spila á HM ég meina við sjáum þetta í enska boltanum í hverju mánuðu þar sem eitthvað fær rautt spjald þar sé hann ekki að sitja á sér banni og þetta er bara einhver kultúr sem við erum ánægð með og við viljum hafa í þessu öllu saman og þarna var ósengjant rautt spjald þetta var aldrei rautt spjald Ég nefnilega sammála því að mér fannst þetta ekki vera rautt spjald Aldrei rautt Í hvaða heim er þetta rautt spjald? Fannst þetta rautt? Nei, við sáttum hérna og við settum út á Ég myndi ekki en bara að því litunum til að þá get ég sagt þér ok, þá ef það er þessi regla má breytin hlutun frá aðilum þarna bara, þú veist fórseta Bandaríkjanna það er það sem svona, og eins og kannski Albert er að segja þetta sé í rauninni, þetta hefði ekki gerst það sé einhver svona, einhver annar standa sem þeir vinna með heldur en önnulið á mótinu
og það kannski eitthvað sem, þú veist, bara verðt að ræða, skilurðu, og ég meina, en niðurstaðan svo hann spilar, og mér finnst það líka vera, þú segir það, að rétt niðurstaða, hann spilir leikinn. Það einhver að bjóða ykkur að skoða einhverju yfirlýsingu frá UEFA sem var að koma. Kolli var að henda inn, það eitthvað nýtt frá UEFA. Statement on Balogun case frá UEFA. Seferin, hann eitthvað að tjá sig núna? Þannig erum við að tala um evróska mentalitetið. Þeir vilja sjálfsögðu að hann verði í leikbanni og eitthvað slíkt. Og Seferin notar öll tækifæri til að pökkast. Það eru snöggir. Svona lúsera gangur sko, og bara vonast til að besti maður sé í banni. Ég var að reyna, þetta var eins og með DeAndre Kane í vetur þegar að vinir mínir á króknum voru alltaf beðan í leikbann. Ég sagði strákar, þið viljið vinna á með sitt besta leið sko. En þetta er enda, nú kemur, þetta sko mjög NBA. Það eru stóru leikmenni þó þið fara í slagsmál og eitthvað svona dót sko. Bara eru sekt. Vilt bestu leikmenn $20. Vilt bestu leikmenn á gólfið. Og ég meina þú auðvitað með þessar myndir í splitskrinni af þegar Messi tekur hann allsýringin og áttu var rautt spjald og svo Balogun og Balogun fekk þetta straight red. Hvort var rautt? Já. Ég alveg sammála því. Ég held að þetta sé að þetta er náttúrulega bara í þeim kultúr sem að við höfum vanist og ég held að þessu hljóta allir góðu menn að fagna að bestu leikmennir verði inn á vellinum í dag. Það er að segja í kvöld, þessi leikur náttúrulega fer ekki fram fyrir hvað á miðnætti. Það er langt í þetta. Það er önnur vökunótt. Það er bara gaman. Þetta gerir líka leikinn miklu, þetta kryddar hann svo mikið. Algjörlega. Það er geðveikt. En pældi hvað fyndið samt að voru með leikmenn svo De Bruyne og Lukaku kannski vælandi yfir sér eftir leik. Þeir eru alveg tilbúin með vælið sko. Þetta er bara, þetta komið í hausinn á belgum sko. Gamli villisbórusendir verðið þarna frammi. De Bruyne er alveg svona gauður sem lætur margt færi töðunar á sér. Ég held að hann sjálf hann típa sko. Ég held að hann mun minnast á þetta ef þið tapa, en þeir eru ekki bara favorites bandaríkmenn í þessu leik. Þetta kryddar leikinn svo mikið. Gera það, setja smá pressu á Balogun líka. Ég er bara allt krydd er heldur betur gott. Já, Magnús Viðar Skúlason, hvenær breyttist góðan daginn Epic America í Silfur Egils, það varð bara að ræða þetta. Þetta er gott komment. Þú var ekki að það fara ekki um fótbolta þá þess að ræða það að Balogun spili og þetta sitt sínus hverjum, það er nú skemmtilega við þetta allt saman. En allavega við sem að svona erum svolítið Ameríku þengjandi, við viljum bestu leikmenna á gólfið. Ég hefði aldrei viljað vinna Argentínu og HM án Maradona eða Messi. Það er nú bara þannig. En þannig er ég nú bara smíðaður og sitt sínist hverjum það. Já, við slum bara aðeins í íslenska boltan. Þá bestu? Þá bestu. Já, Gjarnan Pæði með Doktor Fútból. Já, margir að grilla réttina sem ég grillaði fyrir naflan. Það er að segja sveitapelsins draumur sem kótilettur og meðlæti allt frá grunni og svo fiðlarinn fer á stjá, mannaninn góði. Já, skemmtilegt. Og já, frábæri réttir. Maður eitthvað aðeins að reyna að róa sig eftir HM. Það verður það aðeins í bestu. Það sem að, ef ekki byrja bara að segja frá því að FH og Stjarnan gerðu 1-1 jafntefli. 2-2. Það er 2-2? Já. Þeir gerðu 2-2 jafntefli og já, bæði lið heldur bara hundfúl með þessa niðurstöðu. Ég held að það sé kannski svona sem hérna í þessi leikur skilur eftir sig. 2 mörk eftir synkur á liðinu. Adolf Daði að skora gegn sínum gömlu. Það var einhvern veginn svona skrifað í skíin. Gaman er svo framlag frá Kjartani Kára. Það er ekki búið að vera mikið það. Hann er samt búin að stíða upp síðustu leikin. En ég bara segja framlag. Já. Hann komið framlag í þessum leik. Já, þetta var skrítinleikur. Stjarnan voru bara ekki með í upphæðuleiks. En áttu svo bara að klára þetta endur leikin. Nei. Þetta er hérna, þú veist, boðin gerast reið núna þegar IBF fær að safna stigum fyrir FH. Og þeir eru sko núna búin að gera 3 jafntefli í röð. FH. Þeir eru ekki búin að tapa síðan held ég sko í lok maí í bestöldinni. En hérna það er ekki sigrar nema bara 1 ef við síðustu 4 og þetta er bara margir heimaleikir leikir sem 8 að geta unni liði kringum þá þannig að þetta er svona, já, eins og sé ég held að Jói Kalli sé ósáttur með ekki unnina leik þannig að það var tækifæri til að vinna Stjörnuna á það 6 leikir heima 0 sigrar þetta var víið þeirra í fyrra sko Krikinn já,
tapa 3 leikjum heima, töpu bara einum allt síðast tímabili. Jökull, svona kannski ábúndurinn í þessu leik var eiginlega bara viðtal við hann eftir leik. Hann er geggjaður. Hann er skemmtileg típa. Hann er það, en já, við F-engar við erum hættir að tapa leikjum sem nú fyrir öllu. Kannski aðeins að leiknum K.A. Víking á 5. skvöldin. Voru við búin að fá einhverju fréttir af Aroni? Nei, hann var víst á hækjum daginn eftir. Já. Maður satt veit ekki alveg hvað það er. Ég þarf bara að heyri í honum. En Ólfur Heiðarsson. Og komið eitthvað hann. Nei, hann alveg svoleiðis draghaltur hann í lokleiks og þetta fara á velli. Fara í leikin sem fór fram kl. 2 á laugardaginn þar sem að Skagamenn töpuðu á heimavalli fyrir Blikum. Sko í fyrri hálfleik þá var bara eins og Breiðablik var ekki með í leiknum. Þeir voru lélegir í fyrri hálfleik en náðu að snúa þessu við og það var Þór Andersen Willumsson sem skoraði. Sá ég ekki rétt, tók hann ekki hérna? Jú. Sko, strákar í dag eru mjög miklu biblíukallar. Trúa þér. Það væri hér mikil svona, þú veist, kannski þjóðkirkjan er ekki alveg fyrir þá. Þeir þurfa eitthvað aðeins íktara en það. En þeir eru, þetta er, ég var að heyra þetta í yngri landsliðum og þeir voru farnir að vera mikið í þessu. Hann bara líka þakkaði aðri máttavöldum í viðtali eftir leik, sko. Hann tók þetta alla leið. Þegar pappa sér nú ekki mikið í því, sko. Við erum með svona ekki mikið rætt trúna við félagarnir. Ég var að lýsa þessu leik, sko, og KSÍ kom mér alveg í VS-in með Þór Andersen. Hann skráði þeirra á skýslu þar nummer 11, alls ekki nummer 11, 45 eða eitthvað. Sko með hennar leik, ég er alveg sammála Lára Sóra að það var ótrúlega ekki unnunarleik, en það er eiginlega ekki út af þessum færum. Þeir fá færi í fyrirháleik. Ómar, Steinar fær 2 færi, hann eitt í stöngina og annar var frekar þröngt. En það er eiginlega bara út af því að þeir voru með rándir hliðin á vellinum, Skagamenn, og unnu ekki þetta unga blikalið. Þú veist, það vantaði Aron Bjarnason, Kristoffer Ingi og Anton Logi ónotaði varamenn, Jóman ekki með, Valgeir ekki með, Höskuldur ekki með, Óli Valur ekki með. En það var bara ungu strákur sem sá þetta. Ég held að þetta sé fyrir utan hérna sigur í bikarnum hjá Blikum, þeir slá út Víkinga. Þá held ég að sé sá sigur sem að stuðnismenn og Ólafur Ingi Skúlason sé hvað stoltast af. Sko ég ætla að byrja hérna afsökunar. Ég held að Jón Sölvi mætti ekki spila í markinu. Ég byrðist afsökunar á því. En ég sagði mönnum að fara lards á Blikana í þessum leik. Ég held að þeir eru einhverju vesinn að markmannsmálin. En jú, það er svo sem gekk eftir. Bara ágætis ráð. En sko bara með hennar strákan hann hérna Willumsson Þór skýrður í höfuð á afa sínu sem var auðvitað með mér í hafnastjórninni í Kópavoginum aðeins að koma því að hérna þarf hann ekki að fara fyrr út en bræður sínir. Við höfum séð að bræður hans þeir eru á ágætisleveli í Hollandi búin að standa sig ágætlega og flotti leikmenn. En þarf ekki þessi gaur að læra af þeirra ferli fara fyrr út. Þú veist, það er pottit, þú veist, það er enginn að segja að maður sé ekki fullt af liðin sem er búin að skoða hann 17 ára gamla strák. Maður sér það bara á hann, maður er á hæfileikar þarna og alveg 100%. Fetar í fótspor bróðusins og eru 345 sem var aftalega svona eitthvað balótel í dæmi. Bara fara fyrir út, þarf ekki endilega að fara eitthvað umhverfið sem er að fara að spila strax, bara umhverfið sem umgjörðin er betri og bara atvinnumann umhverfið, bara bæta sér fyrir, sko. Og sá, eins og þú segir, sá þetta mark, það er alvöru slút, alvöru skalli, góð holning á honum. En mér fannst Dagur Örn Fjellstið fyrir eins og maður leiksins í svo leik. Hann var frábær í svo leik. Frábær stóðsröfla og lagði upp þetta seinnamarkið á strókin. Já, var hann í vangbakverði, var bara upp og niður, mjög góður. Þetta var hérna áhugavert að þeir eru konur í svona vangbakverði system, leikarnir. En svo hérna í 1-0 þá breytir Ólafur Ingi og fækkar hann tekur Ívar Örn Arnarsson að velli og setur hann inn Jónatan og unga stráka, Kristinn Jónsson og eitthvað líka í bland við það. Bara snýr þessu leik við, sko. En þetta er svo hvað vantar í liðið og svona, veist, og Dagur kemur þetta mjög flottur inn í þetta. Það er hérna, það sýnir að það er svona meiri breytti í þessu blikahópi heldur en við kannski heldum. Já, hann er að búa til smá breytt svona akkurat með þessu, bara hrósa hérna Ágúst Orri, hérna touchi hans sem að tekur frá hérna í rauninni markmanninum og býr þá bara til algjört dauðafæri fyrir sig. Þetta er svona atvinnumannastöf, þetta er fárara vel. Það er komin svona ákveðin yfirvegun hjá honum í færun. Þetta var ógeðslega vel gert mikið, sko. En ég var að skoða hérna, ok, ég ætla að bakka Lára Sóra þegar hérna, hann er alltaf að tala um að þeir eiga með inni og ég fór aðeins í tölfræðina og væskátt fyrir innan þátt og þeir eiga verið í 4. sæti í expected points en það er bara færanýting, það sem eru algjöru mínus en það sem að
mér fannst áhugavert að Blikar með næst hæsta XG á sig í dildinni. Þú erum alltaf uppað mót svona að tala hvað þéttir og Ólafur Ingi svona búin að vera með landslið, hann kann að vera svona með lokaða leiki. Já. Þeir eru bara eftir Þór. Bara galopna. Ég meina fyrir fullt að færum á sig í þessum leik þegar hún líka að gefa Skagamönnum færin. En það eru mikla breytingar framöndan hjá Skagamönnum. Þeir eru náttúrulega að fara yfir á gervigras sem náttúrulega breyta tölverðu fyrir þá. Og náttúrulega Lárus Orri tók við þessu liði, þá var það lélegasta lið Íslands, eða það að segja efstu deildar, bestu deildar ásækið, alls ekki Íslands, það náttúrulega Þorlákur en það að grínast, búllisvinni mín eru með Þorlák að því að þið hlóðuð ekkit sko. þá þetta tekur þetta bara smá tíma. Já, það bara mikill óstöðuleiki þeim þegar hafa aldrei tengt saman sigra á þessu tímabili, aldrei og en samt sem áður síðustu 3 leiki núna fínir í fyriráleikið, datt niður í setni en leikunum undanmandi fram var skelfilegur Kári-leikunum var í lagi? Kári-leikunum var í lagi, mikil orka þar en það sem er, Markus Páll og Viktor Jónsson eru bara þessi gæði sem skora mörkinu fyrir þetta lið þótt að Steinar, mikilvægt að fá hann inn hann er búin að vera middur, fyrsti byrjunarleikur hans og hann skora, hann var flottur en Markus Páll er ekki búin að skora hún í 6 deildarleiki með röði, veit hann skoraði bikarnum og Viktor Jónsson kom á bekkinn og þú erum að fá þessa 2 aftur í gang Gísli líka þarf að fara að stíga upp, hann er búin að vera middur hann er ekki með mikið framlag Við höldum áfram saknaði þess að hafi ekki gleymt að koma með Sketches-skóna með mér því ég var að skjóta á markið helgina. Sketches átti stærsta playið í NBA og er með stór play líka í golfinu. Þetta var reysa helgi hér, varst að skjóta markið líka og djamma Já, reysa helgi. Ég er tímabundið hættur í golfi. Já Akkur, geti í viku bara mikið að gera Family first. Vinna líka Vinna, family first, jamma Jamma, já í þessar röð Family first. Margir að klúðra fjölskyldunni sinni út á gólfvelli Ég vinn í henni og það er munurinn og fyrir ykkur sem að er í erfileikum í dag að þið voru að eyða mörgum klukkutímum út á gólfvelli og erum allt í mínu sem með okkur þetta ykkur er nær Já frábær fjölskyldu helgi að baki og frábærar stundir sem ég átti með henni nú, ég maður ekki hvert ég ætla að fara í Íbjöfafalur það sem að Eyjamenn heyrðu, það var þetta showdown í vetur þú veist, það voru 2 fylkingar Alex Freyr Hilmarsson og hans crew á móti Láka og félögum var ekki bara rétt að standa með Alex menna er ekki hans sem leikmaður mikilvægur en Láki sem þjálfari er það, þú veist, væru vestmanningar í þessari stöðu ef að Alex Freyr Hilmarsson hefur farið? Það er alltaf ómögulegt að svara þessa spurningu en þú veist, ef við hefum svarað þessa spurningu eftir 3-4 leiki Hjörvar, þá höfum við væntanlega svarað hann á annan máta en við erum að gera núna En nú erum við meira sample size Já, og núna er hann bara búin að heldur stígu bara mikið af þessi leikmaðurliðsins fyrir liðin og framkvæmdastjórinn en já, þetta er bara og Linda bara líka hefur náð tökum á þessu tók smá tíma að finna liðið svo er þú veist bara 4 sigra, er ekki rétt með 4 sigra í sitt 5? IBF er með 4 sigra og 2 jafntefli í síðustu 6 Það er ótrúlegt Já, bara búin að og algjörlega snúið svo við þegar ég var að tala um tölfra á hann þeir eru með næsta lægsta XG á sig í deildinu eftir Víkingum þeir eru bara þéttir og Bjarki Björn Gunnarsson er búin að koma 8 mörkum í sumar allt komið í síðustu 6 þú talar um Alex við minnum sáum það og í uppæðamót þegar Eyjaliði var í vesinni hann er líka glímaði meðsli þar Já, það er rétt, hann var ekki með hann er búin að sína mikilvæg sitt en þessi frammeistæði á Val þú veist, ég horfði hann leik eftir hann var búinn og að því ég náði ekki að taka hann í beinni og ég var að skoða bara tölfræðina meðan leikunum var í gangi ég bara Valur með 72% með boltanir fyrir eða 73% með boltanir fyrir á leik bara, þeir eru að stýra þessu svo horfði hann á leik og þetta er bara voru allt sendingar á eigin vallarhelmingi bara sínum þriðungi fyrir á leik, 291 sendingar 215 af þeim á sínum vallarhelmingi bara hafsendunar rúla boltanum hann fór í 3-5-2 kerfi sem hann er Brassel-kerfið sem hann hefur verið runni Valur var svolítið að spila sérstaklega á undirbúrstíðanbelinu svo hefur þetta verið svolítið random hvað það hefur að gera í sumar hafa samt aðeins gripið í þetta kerfi en þetta var í runni ótrúlega fljótt framistæða og aftur, ég meina það eru mörg spurningamerki og svona blikur lofti bara myndi allt saman núna akkur hemmi orðin fara og fyrst að þetta var niður þannig að hann tæki við og
ég held að það verði liðinu ekki framtöð þar og það var ekkert sem sagði mér í þessum leika að hann sé að fara að rífa ykkur stemmingu upp í liðinu hann Chris Brasel Tryggvi átti síðan langvestaleiki í sumar hefði getað jafnað hana hins vegar en slútti var bara jafn áhuglaust og hann var í leiknum sjálfum Stölu var ekki góður Hólmar lætur svo reyka svo vellið hana Já, maður sá ekkert hvað það var þetta var bara einna kameru leikur eitthvað en það var eins og var eitthvað inn í teiknum hann var alltaf mjög ósóttu við það Svar Vestfirðinga við mér Gísli Jörgen það var fjölskylduhelgi og honum líka það er snillíkur það er eitt með sem er skaman af IBF og þetta er með færiksnastráki í markinu ég tel það sem Íslending þú ertu með César, Bjarkabjörn, Eiðalla Arnór Inga, Alex Frey Felix Örn, Róbert Elís og svo að bekknum komið þú veist Viggo Valgeis Arnar Breki það er fullt af stráku sér að nota þú veist maður bara það var það sem hann breytti hann í rauninni bara sendi bara heim og í rauninni bara fór að velja bara þetta lið og bara síðan þá hafa það bara verið stórkostlegir þetta er ótrúlega viðsnúningur ég svo Hermann fór inni og já, virkilega velgjast eitt með val þú veist Ari Leifsson mikið tala að það sé bara done deal í val það er ekki þannig Nei. Og það er bara líka eftir að breytt stað eftir að Hermann var aldrei fara og hann er fann að tala önnu lið ekki bara Valur þannig að það er bara galopið það er ekkert útilokað að fara í val en hann bara, já, auðvitað fylkismenn plugga sínum önum endilega heyri í honum og svo var Adam Átni náttúrulega líka að fara það var ekki hóp Nei, hann er að fara ekki að efa með það er vist bara þess að maður heyri bara allavega hálf deildin en það eru 4 lið í dag og við erum að tala toppliði Víkinga Breiðablik og svo Þór og Káa þetta er svona þessi lið sem hann er að ræða við núna barist þennan bita sem fari ekki að snerta völlin hjá Nei, ég bara átta mikið á því að hann var bara líka mjög góður fyrstu leikina á tímabilinu við slumum að gera upp þess að nei, það er ekki hægt að gera upp þessu umferð í það er leikur í kvöld eða ekki? Keflavík fram í kvöld þá hefur þá ekki að gera upp helgina þá í HM það gerir það klárum þetta með að gera upp helgina á HM með vinnum okkar í Kia skoðum þetta hver er Kia leikmaður helgarinnar við verðum að velja Erling Haaland sem hann er held ég Neist Haaland eða Bellingham ég held hvað er þetta, ég nenni ekki búin að skoða það, þú veist, ég held þessi undir 0,5 XG sem mörg sem hann búin að skoða strótuluga og hann lifur í 2 og hendi Brasilíu út eitt sínsliðis ásamt Nýlandinum við getum sagt það kannski en þetta var, hann er fyrir mér þá á hann þetta skilið það er alltaf að tala sérstaklega nú er ég hvorki eitthvað svona Messi Ronaldo en að því að það er allir svo mikið á bakinn og Ronaldo er alltaf að vera að telja allar snertingar hans inn í teig og allt það og við frammeriðin og allt það Haaland skora 2 mörk í þessu leik og hann 3 snertingar inn í teig þarf ekki alltaf að vera snertan eða endalaust það er nefnilega heila málið í þessu öllu saman er þjálfarinn eigum að segja Tuchelin þá þurfum við að taka Tuchelin það var líka, þessar skiptingar voru frábæra hjá hann og þetta system að fara í þessar 5 manna vörð hann reyndi á hann í svona leik út af rauðaspjaldinu og öllu því sem gekk á það alveg, hann þurfti að kafa djúpt og hann eldi þetta flott, þetta var glæsilega framist og þá var það búðingurinn þennan þessa helgina mér langar að fara í Neymar bara hvernig hann kom inn í þennan leik og bara eða bara, við getum ekki tekið Ancelotti þannig þessar skiptingar voru bara galnar og Neymar líka bara rífast hann Nýlandi í vítinu og svo þegar hann, veit ekki hvort þið er búin að sjá það þegar hann er búin að skora úr vítinu þá var hann eitthvað hlægjandi þetta er sárabóta marka, vissu allir hleypur í baki og Ødegaard og besti fótboltamaður sinnar kynslóðar einhvern veginn að vera eitthvað í bífi við Nýland það er alveg steikt og sérstök heiðusvelun Dr. Fútból og Kia fá Paraguayar því að þeir voru að svoleiðis ég get bara ekki lýst í hversu gaman ég hafði af bullinu í þeim þetta var svo 90s líka það var svo geðveik stemning í Philly fyrir leikin með þú veist Roots að spila og þessa sýningu þetta með þoturnar að fljúa yfir og þetta var öll á hverju dettur allt fyrir Ameríku á hverju hvernig fá þeir bara 4. júlí á laugadegi og besta ég var að hugsa á 250 ára afmælinu þetta alltaf hefur verið reiknað út já, þú veist og þessi flugveldasýning, það veit allir að ég dýrka flugveldasýningar og bara ég lifi fyrir flugveldasýningar en þetta er besta flugveldasýning sem ég séð það var bara non-stop fireworks
Þeir kunna sjóið. Já, Við tölum það þetta fyrst, þeir kunna sjóið. þetta var En hver búðingurinn? Erum við að neyma kallinum? Nei, þeim er, hvað, önnur sjáts Maður var að reyna að átta þess að það var svo mingin Jesse Marsh. Já. Nei. Hann svo einhvern veginn kemur og svo sterkur til þessu móti. Bara fyrir svo í Karlsberg líklega besta markið minna á það að 990 kalluðu þetta í Keiluhöllinni meðan að leikir á HM í gangi. Karlsberg sá eldgamli alvöru bjór frá 1847 fallegasta markið. Hvað heitir kóngurinn sem skoraði þarna fyrir Grænhöfða Cabral Já. Það ekki, frekar að Messi markið Já. Þú veist, það er svo óafrískur. Já. Hann er svo ótrúlega íslenskur. Já, svona, já. Einmitt, ég veit hvað meinar. Já. Þú veist, Afríka er alltaf með hann rauða, græna, gula lit. Þetta er sko, það er svona, það er meira þess að bara svona full mikið Evrópusambandi í þessu fána ef þú spyr mig, en hérna, hann er samt fallegur. Minnst það svipar á Ástralíu? Nei. Ekki? Já, sko, Ástralía og Nýja-Sjálandi svipað, það er svona breski fánin uppi, hann er svona blár vísulega. Já, blár. Kannski hérna aðeins í lokin að bara í tjattið. Já, þetta var Gísli Jörgen með fjölskyldu helgi, en Skepnan spyr Hjörvar á leiðinni á landsmót hestamanna. Ég hef ekki tekin inn ákvörðun, en ég er náttúrulega ekki keppa, þannig að það er svo sem ólíklegt að maður mæti þá. Ragnar Bragi verður þarna fyrir hönd Dr. Fútból og alltaf svona að flytja fréttir af svæðinu. Værið þú góðu knapi? Já. Nei, ég er kannski of þungur. Nei. Ég spyr þig. Já, það er svo sem meira kannski svona spretti eitthvað sem þú þarf að vera léttur. Karl Bretakonungur að fara að hringja Infantino út á rauðspjölduna Kwanza? Sko, þeir eru náttúrulega ekki, sko, Keir Starmer er allavega ekki að fara að gera neitt, þessum hafa það alveg á hreinu. Hann er líka að ætta. Það er enginn að svara síman í honum núna. Heldur þú að Kamala Harris hefði bergað þessu með Balagun? Hún var ennþá að reyna að finna símanum og Infantino. Þeir eru náttúrulega búið að byggja smá svona, ég held að þú hafi sagt, Albert, að þetta er brómansi sem við vissum ekki að við þyrftum, þetta Infantino og Trump. Og það er bara eitthvað brómans þarna á milli. Þú heldur rámt, minn kæri, þetta sagði ég aldrei. Hendur í a red card. Já. Ég held að Englendingar sé ekkert mikið að stressa sig á þessu. Kwanza? Nei, ekki jafn mikið og kaninn á Balagun. Spurning hvort að James Kallin væri klár. Já. En eins og ég segi, þetta er eitt af kvarti verið að samstagsfélagins ringi oft ringi sér oft Vinn Veikan, þannig að því hann reyna að vera eins og vera influencer. Eitthvað ráð? Nei, bara nýta sína veikinda. Ég er búið að ræða vonbrigðin sem miðja Portugals hefur verið. Sem að hvað? Sem miðja Portugals hefur verið á svo móti. Þeir hafa verið vonbrigði. Með PSG brósunni bara hafa verið vonbrigði. Þetta þrý ekki. Vitinha, Neves og Mendes. Fótbolta sem þeir eiga að spila, við sko ég meina. Þetta er svona mikil dýnamík sem þarf að eiga sér stað eitthvað. Þeir eru náttúrulega búin að spila erfiða leiki núna með Kólumbíu og Króatíu og farið taplust í gegnum það meðan að Spánverjar frábært. Ég meina, Kólumbíu með vinna bara alla leiki. Þeir eiga að vinna alltaf Króatana og það var bara hörkuleikur. Ég meina, hefur þú fylgst með Króatum í síðustu heimsmeistarmóti? Ég veit alveg hvað Króatarnir geta, þeir eru líka gamlir og lúnir, en ég meina, Portugal eru bara Modric, hver annar gammal Perisic. Perisic er ekkert lúin, hann var frábæri. Perisic var enda bara eins og hann væri 21 árs. Já, en ég er að segja, hann er svona 37 ára. Þú veist. En mér finnst Luka Modric ekki frábæri í svo leik, sko. Talan segir 37. Þó hann sé gamall. Luka Modric átti, sko, menn eru að horfa aðeins svo mikið í fyrstu 15-20 mínútur á móti Englandi. Hann átti síðan bara gott mót, sko. Já, hann var bara flottur og Perisic er gamall en alls ekki lúin, sko. Point, bara, það er pointið. Pointið mitt er að bara Portugal eiga að vinna. Þetta er bara betra lið. Já, það eru leikmann fyrir leikmann. Sko, mér finnst með Portugal, eins og við talum, Vitinha, PSG 3 ekki og sjá Neves á miðsvæðinu, Mendes. Þeir eru búin að vera slagir, mér finnst það alveg það. Og svo finnst mér, það er alltaf að tala um hópin, með Rafael Leao, þú erum með sjá Felix, með Neto, mér finnst þessi gæjar á vængjónum. Þetta er allt svona gaurar sem eru svo óstuðir. Hvað ætlar að gera núna með Lamine Yamal? Þú setur alltaf Cancelo hann. Verður ekki bara hóið Diogo Daló og hafa hann að það í herrbækurum? Daló er betri varnarmaður. Miklu betri varnarmaður. Betri varnarmaður en Cancelo kannski er. Bara þúsundsöka, við sjáum hvernig hann fór með Luis Díaz. Og viltu setja Semedo hana, þetta er vesens það. Mér finnst enginn af þessum þremur gaurum eitthvað svona uník varnarmaður. En Daló, ég skal kvittindu það hann sé betri. Og svo tekur ekkert einn leikmann alltaf á Lamine Yamal, þetta verður bara að vera hjálpa vörn og þetta dæmi skilur mig, það þarf að vera þannig.
Já, Það held ég þannig stoppar þannig gæja sko. Svo það Bandaríkin og Belgía á miðnætti. Það verður alveg bilaður leikur. Geðuguleikur. hann fyrir vítaspurningi þið. Hann fyrir alltaf leið þessi. Það er eitthvað dramið. Matt Freese á móti Courtois. Ég held að Bandaríkjumenn vinna leik bara í venjulegum leiktíma. Já. 2-0. Nei, það er spurning hvort að Lukaku fá að byrja þennan leik. Já, ég held ekki. Ekki? Nei, hann... En nú þarf við að Doku að gera eitthvað og Trossard auðvitað kominn til, hvað var hann fara til Fenerbahce eða? Hvert fór að segja? Já, það var að vera staðfesta eitthvað dílarna Já, ég man á ekki. sko 13 milljónir. Já. Það er alveg ótrúlegt hvað sem að selja leikmennin sín ódýrt sko. Já, Besiktas er Besiktas. að taka hann. Áttan En bara það er ekki ár eftir það. endalega staðfest. Maður segir svona að það er að skipta skoðunar á þessu í Arsenalmönnum. Já. Hann er náttúrulega hann er alltaf gott vopn að hafa á bekknum. Já, Sko. þetta er rullu segur Já. leikmaður. Alltaf með framlag. Já, líka stígur oft upp þegar svona stóru stundum. En í guðana bænum belgar, ekki fara að væla ykkur í eitthvað vesen okkur núna. Og þú veist, spilið bara við kannana, burt sér frá hvaða leikmenn þeir eru með og bara mætið. Þetta er búið að taka sig ákvörðun. Hann Já. er að fara að spila og það þýðir ekkert að væla meiri í því. Nei. Bara áfram með þetta. Ahmed Mohamed verður dómari leiksins. Frábært dómari. Algjörlega meiri átt að dómari. Og já, ég eins og segi, ég hlakka mikið til þessa leiks í kvöld. Það verður ekki sofið heldur mikið þessa nóttina. Nei. Nei. Það er nægur tími til Ef að hann sofa byrjar eftir samt, þetta ef hann byrjar á minnetti, þá er hann búinn 2 af því heldur vinnindi venjuleik tíma. Nú erum við farnir á Mexiko, þannig að Já. nú er allt bara planið vantilega. Já. Það er, Já, Thunderstorms. það er ekkit, Thunderstorms. er eitthvað að ræða það núna? Það var reyndar alltaf verið að ræða þetta og svo gerist þetta neitt, sko. Ég er búin að fá eitt svona skelfilega leik með það að gera. Það var hann að Fraklandsleikurinn, hvað mútið Írökum, ég man rétt. Jú. Það var 2 klukkutíma hálfleikur. Rúti Garcia hélt að 5. júli væri svona útgáfa Bandaríkjanna 1. apríl Já. og Það er byrjað. sló á létta strengi. Garcia hefur ábygglega að gefa sér góðan tíma til þess að koma með eitthvað djók í krigum þetta. Hann hefði ekki að koma með betri. Herru, sáðu þið Ronaldo Ranti sem hann tók á blána? Já. Það var alveg rant. Tók hann líka bara, tók eitt sérstaklega fyrir þetta. Já. Þú hata mig. Já. Og Hundur í okkar manni. það var hundur í okkar manni. Þú vilt hafa nákvæmlega þú vilt nákvæmlega hafa hann í þessum gýr. Ronaldo. Sama hvað mennum finnst hann. Það er aðdánavert, þú sett 41 ás og þú sett ennþá með þetta skap, sko. Já, og motivation. Motivation og hún búst þar að, eins og ég sá hann þegar hann var tekinn að velli, sko. Þetta var svo mikið heartbreak, sko. Já, ég held að það Maður verður að bera virðingu fyrir sko. honum. Það Ég það held mun aldrei líka, deyja, sko. sko, Kevin De Bruyne hefur ekki ennþá vaknað í þessu móti. Ég held að þetta dæmi í gær muni vekja það dýr. Já. Sko við, ég vonast til að sjá í Kevin De Bruyne alveg trilltan inn á vellinum. Semst þetta þetta Balogun dæmi. Já, Já. ég held að svona einhver, þú veist, þetta var höggið sem hann þurfti. Mér finnst bara sann, sko, maður, sérstaklega ef Bandaríkir spila eins og eru búin að vera að spila og þeir geta svo sannarlega gert það, að Balogun er með, bara pressan er að, þú veist, þetta, belgar eru svo þungir eitthvað, sko, geta verið tómið við sinni með háa pressu. En ég vona að þetta sé rétt í hörfarið, maður, þú veist, Kevin De Bruyne bara svona, þú veist, einhver besta tíja sem við séð bara síðustu 10-12 árin í fótboltanum, skilur mig. En maður hugsa sko, þegar maður hugsaður hann, hvernig er hann núna? Hvað er hans besta? Skal ég meina? Já. Þetta dæmi hjá Napoli, þetta var þungt tímabil hjá honum. Er alveg 100% að hann byrji? Garcia tekur þessar skiptingar hérna. Mjögulega ykkur að Hann hlýtur alveg að starta, sko. Hann lætur að starta. Túgjör. Og Doku byrja líka. Þetta eru bara þannig leikmenn. Alltaf láta Doku vinna, byrja, sko. Þannig að Eitt í lokin, bara að þið verið með bestildina, var búið staðfest Átna í stjörnuna. Átni vil í stjörnuna, veistu, það ekki svolítið áhugavert? Jú, sérstaklega þeir eru nú með svona, jú. Það er að vera að tala um það, hann sé að fara þangað á góðum tíl. Þetta er náttúrulega allt öðru sér frammeir hinn tveir. Maður er svona bara, maður horfður á þetta, svona pinningur sem ætti kannski að fara í öftustu línu frekar í stjörnuna. Já, þetta er enn svona, enn sóknar þungin. En þetta er náttúrulega allt, þú sko, þetta er allt öðru sér leikmaður. Já. Þú veist, þeir eru svolítið like for like, Andri og Emil. Já, þetta er svona aðeins meiri forvart eða svona, þú veist, flæðandi leikmaður. Ekki svona alveg, bara svona pjúra center. Ekki spila mikið, síðustu mánuði, 32 ára. En ef að þetta fer í gegn, þá ættu F-fæðingar að fara þungt á Andra Rúnar. Það geti hjálpað, það geti haldið mig uppi. Já. Sammála því, það er góð punktur. Það held ég maður sjá Belgium has been granted the right to appeal
FIFA's controversial decision to suspend. Býtu, þú veist, þetta er hlýtur þetta bara að vera- plot thickens það getur hérna? ekki verið. Þetta hlýtur bara að vera- Er þetta AI aftur að plata okkur eða? það er komið leikdagur sko. Við getum ekki verið standið þessu ennþá sko. Nei, það er bara komið leikdagur, nú fara menn að hugsa boltan, byrjum þetta í Dallas í kvöld, Já. flottasta velli kannski í heiminum, Cowboys Stadium, Cowboy Stadium. geðvikt. Cowboys Og cheerleaders. Svo er líka gaman þessu stríðið milli UFA og FIFA. Já, þetta Seferin sko, hann notar öll tækifæri. hann er snöggur Gianni fílar Íslingana. Því að það var eitthvað fundur eitthvað daginn þar sem að einhverjir meðlimir gengu af fundinum eitthvað mótmæl einhverju á sátu Íslingarnir áfram. Og Gianni var að taka myndir í hausnum á sig með hann. Sá að Íslendingarnir voru ekki Hvernig gengur út? Það voru eitthvað, þú veist, ábyrlega bara leiðlulöndin, Svíþjóð, Holland, Belgía, eitthvað svona, þú veist, Þískaland, pottitt. Ha, Sko við? leitt útgönguna. Veistu hvað ég var fyrir? Það held ég, Dóttúrból, þakka fyrir sig á mándi, þetta var geðveikt og vonandi skemmtu ykkur jafnvel og við gerðum og haldið áfram að follow okkur á Spotify, Soundcloud eða YouTube eða hvar sem það er. Þakka þetta að undrabarninu, Daða Ómarsinni, kærlega fyrir með honum hinn íslenski Bill Clinton sem hefði náttúrulega aldrei gert neitt í þessu rauðarspjaldi á Ball of Gun. Arnór Snær var náttúrulega með mér á djamminu alla helgina og þessi, já eins og ég segi, top 5 besta djamhelgi ásins af baki og þær eru bara að vera stærri hér eftir og næri einhvers konar algjörum toppum vestunum helgina og við sjáumst auðvitað þar en